Ísland þúsund ár. Ísland þúsund ár. Eitt litla smáró titrandi sem til Guð sinn og Það myndi mig á hann að Georg Bjarnfreðarsson í smá stund, sko. Já, velkomin í þennan al-íslenska þjóðernis þátt. Þú ert Georg Bjarnfreðarsson. Áhugavaldana, verið velkomin. Það er 17. júní. Hæ, hó, jippi-ei. Það er komið 17. júní. Ok, hvað er að okkur? Ísland er land þitt og áttur yfir. Ísland er sömuðu belæja. Þetta er textinn. Þetta er textinn, ég er svo með textan hérna. Já. Heyrðu, ég var áðan að googla hvað 17. júní væri og ég komst að því. Ég vissi alveg hvað 17. júní væri, sko. Ég vissi þetta væri alveg svona dagur, sko. En þetta er sérst þjóðhátíðardagur Íslendinga. Þetta er þjóðhátíðardagur Íslendinga. Það sem Ísland var fullvalda ríki. Við fengum fullveldi frá Suck it Denmark, sko. Suck it Denmark. Suck balls and penis. Nei, ég er að tjóka. Já, við fengum, þetta er hvað, þjóðhátíðardagur Íslands eða eitthvað. Og Ísland var fullvalda ríki. Já, þetta er eitthvað svoleið, sko. 17. júní, skilur við. Heyrðu, fun fact. Árið 1944 þá fæddist amma 15. júní og afi fæddist 20. júní og þau eru sko saman og Ísland var fullvalda ríki 17. júní, þannig að amma fæddist áður en Ísland var fullvalda ríki. Það er pínu cool, þetta var áhugavert staðreynd. Það er svolítið cool. Þetta var svo sannlega áhugavert. Það er frekar áhugavert. Já, þetta er bara gullfallegu dagurinn daginn fyrir 17. júní. Það kostið þetta blöð okkur, sko. Já. Hver er Jón Sigurðsson? Fyrsti forseti Íslands. Já, hann. Já, henni. Gamli. Bítu. Var það svona stutt síðan að var fyrsti forseti Íslands? Ísland var bara fullvalda 44. Var ekki forseti á undan því? Það gati ekki verið forseti þegar það var undir Danmörku. Nei, sjálfsög ekki. Þetta ekki. Vá. Og ég fylgdist svo vel með í samfélagsfræði. Þetta er ekki samfélagsfræði. Hvað er þetta þá? Heyrðu, ég ætla að hætta að tala. Hvað skemmtir samfélagsfræði? Ég maður ekki. Ég er svo dömm í dag. Íslensku eitthvað. Við læriðum örugglega einhvern veginn um þetta. Ég var ekki að hlusta þar. Ég var að hugsa um fiðrildi og eitthvað þegar ég var í skóla. Ég var ekki bara eitthvað, já, Ísland, fullvalda ríki og Ísland með stærsta jökul í Evrópu eitthvað. Já. En í dag. Skal ég nú segja ykkur. Þá kemur Ísland fyrst. Já, að sjálfsögðu, Ísland 17. júní. Já, og til þess að heiðra Ísland, þá erum við með al-íslenskar áhugaverða staðreyndir í dag. Al-íslenskar, skal ég nú segja þér. Og al-íslenskar þjóðsögur sem koma eftir því. Ari, ertu Georg Bjarnfreðarsson? Við líðum þessi í stúdíu með Georg Bjarnfreðarsson, en ég elska Georg, sko. Já. Við elskum Georg. Drekkum al-íslenskt vatn, hérna. Ég reyndar að drekka Pepsi, en... Ekkert útlenskt, nammi eða neitt. Heyrðu, þetta Pepsi er ekki útlenskt, sko. Nei. Við erum ekki með neitt nammi. For the first time in the history of áhugavaldar. For the first time and forever. Nei, þetta er ekki íslenskt. Þetta er ekki íslenskt. Þetta er ekki íslenskt, Það er eitthvað að þér, sko. Þetta er ekki íslenskt, nei. En já, þetta er fyrst skipti í sögu okkar áhugavaldar sem við erum ekki með nammi í stúdíónu. Ég var ekki með nammi í gær, sko. Það var bara ég. Ég meina, var nammi í stúdíónu? Þetta telja það? Nei. En við skulum bara henda okkur ekki vippa okkur því við tölum íslensku í dag. Já, við ætlum að vippa okkur. Nei, að henda. Kasta okkur. Kafa djúpt í áhugaverða. Ég ætla að vera með þér í Georg Bjarnfreðarsson í dag. Já. Ok. Við skulum drífa okkur í áhugaverða staðreyndir, Ari minn. Þú skalt byrja því ég byrjaði ekki að þér. Þetta er bara Hvað? Þetta er röndið sem þú notar þegar þetta er til pappa, sko. Já, pappa röndið í. Komdu út í fjósana mín. Það
Það er ekkert Það er íslenskt. Það er íslenskt. Það er íslenskar kýr í fjósun okkar. Já. Heyrðu, byrjaði þú síðast? Ég byrjaði sko. Vá. Alltaf, ég tók eftir þess að þetta er klipp í gær. Alltaf eitthvað svona karlmannleg, svona karl að raskja sig. Fyrsta áhugaverða staðarindi mínum Ísland. Fyrsta. Ok, já. Fyrsta áhugaverða staðarindi mínum Ísland. Ok, já. Kaup á bjór var ekki leyfilegt fyrir 1. mars 1989. Vá. Algjört áfengisbann gekk í gildi árið 1915 en sala á vínum var þó leyfð aftur árið 1922 innan sviga Spánarvín. Vá, ok, slay. Áfengisbanni var síðan afnumið alveg 1. febrúar 1935 en það mátti ekki selja bjór þangað til 1989. Damn. Það mátti sem sagt fara í sterkaernið frá sko 35 En þú mátti ekki drekka bjór. en það mátti ekki drekka bjór. Holy shit, maður. Hvað voru ég að hugsa með það? Ég veit það ekki alveg. Það var alveg cool að það mætti ekki ennþá að drekka bjór. Ok, hann hætti að vera heitir á áfengi, maður. Ég er heitir. Já. Það er alltaf. Heyrðu, það var góð staðar. Skipta skoðanir á svo áfengisbanni, sko. Það er skipta skoðanir. Það er íslenska almúgin að ákveða. Þetta er ekki lægi, sko. Heyrðu, ég skal sko segja þér mína fyrstu áhugaverða staðreynd. Hún er ekki Ég er spenntur. Hún er ekki jafn rammi íslensku þín samt. Hún er ekki svona góð, sko. Jú, ekki eitthvað svona. Ok, fyrsta mín. Hundar voru bannaðar í Reykjavík í 60 ár frá árinu 1924 til 1984 vegna þess að þeir gátu haft áhrif á heilsu fólksins og hreinlæti. En núna er náttúrulega allir bólusettir og ormurhreinsaðir þannig að þú veist. Já, ég vissi það. Já, þetta vissir það. Já, ég vissi það. Nei, en þú veist. Þetta er samt áhugavert, sko. Þetta er svolítið áhugavert, sko. Nei, heyrðu, ég þarf að setja síma á sælið maður. Já, ekki það. Þú hefur með einhver símtæki uppi. Símtæki, nei. Í dag erum við alíslenskar þjóðsögubækur eftir. Bækur, gamlar bækur. En já, þetta er samt crazy. Það var bannað að vera með hund í 60 ár. Það er svolítið skrítið, sko. Það er crazy, sko. En núna er það náttúrulega. Þeir voru svolítið skítur í sérstaklega grein á Íslandi, sko. Þeir voru með eitthvað svona, það var eitthvað svona orma-teipur með eitthvað sem þeir voru að dreifa. En núna, núna er þeir ormarhreinsaðir, sko. Já, við gefum hundunum alltaf ormalif heima. Já, bara hvert einasta ár, sko. Ok, slei, þetta var mín fyrsta áhugaverða staðreynd. Þessi var góð. Veistu okkur hún var góð? Af því að hún var alíslensk. Það var vinstri umferð á Íslandi fram til ársins 1968. Urðu það allir mjög hægri sinnaðir? Hæ? Urðu það allir bara mjög hægri sinnaðir? Já, eftir það eru allir hægri sinnaðir. Ok, var samt vinstri umferð á Íslandi? Já. Ok, ég actually vissi þetta ekki. Ó, ég held að vera, já, þú veist, ok. Ari, svona common knowledge stundum fer fram hjá bauninni. Á önnu, sko. Já, stundum. Það er allt í lagi. Svona eins og til dæmis Ég meina, þetta var breytt þessu 1968. Ég er ekki að búast við á munir það, sko. Nei, ég meina, þú veist, já, einmitt. Og líka með Jón Sigurðsson. Hver er þetta ég að veit hvað það er, skilur? Maður samt læri það í skóla, sko. Aldrei ég var að hlusta í skóla. Skemmtilegt þetta að pabbi, hann er svolítið gamall. Hann man eftir því þegar þessu var breytt. Í alvörunni, hverju? Hann var 8 ára. Þegar hverju var breytt? Umferðinni. Já, umferðinni, já. Já, við erum að tala umferðina. Já, og hann man eftir að það voru allir að missa sig og það voru slís og eitthvað svona shit. Oh my god. En þú veist, já. Hvernig það þetta væri? Ég datta þess út. 68. 68? Já, hann er náttúrulega bara alveg eldgamall. Næstu í 67. Þú ert ekki í lagi. Já. En þetta er, já. Nú er sem sagt. Þú er með geggja góða staðreyndir. Þú er hægri fyrir síðan. Já, ég er ekki búin að heyra þínar. Hvað er þú með? Hvað meinar þú? Ég er bara með eitthvað ógeðslega sjálf staðreyndir. Það er bara staðreyndir. Stafrós. Á ég að koma með mína númer 2 í dag. Ok, ég er alveg með heila í dag. Heyrðu, Ari, ég skal segja þér eitt. Hvalurinn sem að lék Free Willy, þú veist, myndina Free Willy. Já. Hann var íslenskur og hét Keiko. Já, ég vissi þetta. Oh my god, þú veist allt bara. En ég vissi þetta ekki, ég hef ekki eins og sé Free Willy. Já, þetta er góð, Free Willy er geggjur, sko. Já, ég bara, af því kötturinn að Gunnars hét Free Willy, þá hef ég heyrt Free Willy. Já. En þarna, þú veist, pældi, hann hét ekki eins og bara Willy, hann hét Free Willy, kötturinn. Free Willy, sko. En ég ætti að sjá þetta, en það var apparently íslenskur hvalur. Sem hét Keiko. Keiko er apparently einhver frægur hvalur. Ég man ekki alveg söguna mann, en já. Ég hef ekki hugmynd, sko. Ég bara sá þetta á netinu. En ég meina, þú veist. Þetta er góð staðreynd. Þetta er svo sannlega. Alíslenskur hvalur. Þetta er alíslenskur hvalur. Já. Heyrðu, þriðja mín. Ísland er formlega orðið dýrasta land í heiminum.
Er það málið eða? Það kemur mér náttúrulega ekkert á óvart. Maður fer í búðuna og maður er tekin raskatu bara hábjartan dag. Það tók fram úr Sviss daginn. Án jokes. Þetta er crazy, án jokes. Það er bara eins og maður sé að fara að kaupa sér munavöru með því að fara bara að kaupa sér groceries. Bara þú veist, hei, viltu fá ost, skilur, borgaður fucking 2.000 kall fyrir það, helvitið. Þú veist, þetta grínast í mér eða? Og bara allt kostar svo mikið. Eitt póki að nammi, já, 1500 krónur. Fokki 1500 krónur til þess að 1500 krónur. Þetta er svona, kændu verið að segja hann bara hættar að feitur, skilur. Bara stoppi í fettana. Já, maður hættir í örugglega af því að maður getur ekki keypt nammi lengur. Nákvæmlega, maður er bara, þú veist, ándjóðs, þetta er bara að vera að tekja mann í þurran endaþarminn. Nei, já, anyways, ok. Já, þú átt einn eftir. Já, ég á einn eftir, það er rétt. Ari, ég skal segja þér eina mjög áhugaverða. Ísland. Ísland er með flesta rithöfundi á meðað við höfðatölu í heiminum. Eða, þú veist, meðað við höfðatölu Ísland, skilurðu. Þannig, meðað við höfðatölu. Flesta rithöfunda. Vá, fyrir gefðu, skilurðu. Ok, en það byrja einna hverjum 10 Íslendingum gefa út bók á ævinni sinni. Fattar mig? Damn. Ég veit, vissur þetta? Ég er þetta bara, þú veist, nágrann okkar er rithöfundur og þú veist, mamma er rithöfundur. Mamma er rithöfundur, langamma mömmu var rithöfundur, þú veist. Já, vá, svo mikið. Og meina besta vinkur mömmu er rithöfundur. Já. Það eru allir rithöfundar, skilurðu. Mjög margir rithöfundar. Það er svo mikið að gerast, ég elska líka, þú veist, ég fíla það. Ég bara elska hvað er mikið fólk að búa til bækur. Ég er alltaf eitthvað sem ég fíla á Íslandi er hvað menningin er. Já, bara let's sko. go, en ég fíla það, mér fannst þetta áhugavert, sko. Þetta er áhugavert. Alveg bara helvíti áhugavert. Þetta er áhugavert. Heyrðu, já. Þetta var góða staðreyndir fyrst mér. Mér líka, þetta var rammíslenskt, heyrðu, þetta var gott orð. En þá skulum við demba okkur í aðalefni í dag. Hvað er það, minn? Fyrst að það er svona þjóðlegu dagur, þjóðarins dagur, þá þurfum við að fara í alíslenskar þjóðsögur eftir. Þetta er erfið dagur til að vera með eyru. Eftir hann Jón Arnórsson. Já. Erfitt að vera með eyru í dag. Nei, þetta verður gaman. Bara sumadaga. Ég fannst þetta geðið gaman síðast. Reyndar. Ég held ég sé bara eitthvað gett neikvæð af því að Og er svolítið neikvæð. Af því að ég er bara eitthvað, þjóðsögur, þetta er ekki plott twist eitthvað romantískt shit, skilurðu. En svo voru það bara actually geggja skemmtilega senast. Það eru nokkuð plottist í dag, sko. Veistu, ég hafði gaman að Gilitrut senast. Þegar þú tókst Gilitrut, ég var bara eitthvað, heyrðu, þetta er góð saga, skilurðu. Já, það er klassik Ég ætla saga, sko. Ég ætla samt að væla smá, þannig að þú veist, ég ætla bara að segja þetta stundum. Ég er alveg að búast í því. Sumidagar eru verri fyrir að vera með eyru en aðrir. Sumir menn eru stærri en aðrir. Nei, Ari, ég er svona að grínast þér. Ég er fucking hellpepp í þetta, sko. Ég er mjög spennt. Af því að seinast var bara mjög gaman hjá okkur þegar þú tókst þjóðsögur. Þannig að þú veist... Ég fannst það allavega, sko. Ég hafði mjög gaman að því. Ari, ég er ekki að djóka ykkur. Hann er búinn að vera út á Sólpalli seinustu daga bara eitthvað lesandi þjóðsögur. Ég finna góða sögur. Heyrðu, ég á vídeo sem ég ætla að henda á Instagram story bara eftir að þátturinn kemur út. Þegar sem að þú veist að láta mömmu lesa eitthvað eldgamalt bréf í þjóðsögubókum. Þegar flugvél, þá er það bara, það er íslenskt. Það er svo rammíslenskt. Það er íslensk flugvél. Íslensk flugvél. En ég ætla að henda sem myndbata á Instagram story eða eitthvað. Já. Þegar þú veist að því mamma. Já, það var bréf sem, það var skrift sem ég gæti ekki lesið. Það var bara skrift sem þetta var svona ógeðslega gömul tengiskrift. Þú veist, hver að mamma bara las þetta eins og ekkert væri. Já, hún sagði þetta væri bara eins og amma og afi skrifuðu. Ég bara, þetta er ekkert mál, það er bara allir skrifuðu svona undan þér. Ok, mamma. Actually gat ekki Nei, ég sá ekkert hvað var að standa þarna, sko. Já, þú segir það hana. Ég segi það, ég er actually spennt. Ég veit ekki hljómið sem ég sé ekki spennt, ég er bara svona, þú veist, pínu, þú veist, en ég er mjög spennt. Ég er actually hellpepp, sko. Ekki bara að demba okkur í þetta nema áhugaverð staðreynd. Hafið einhver mótmælið eða eitthvað? Sko, heyrðu, mótmælið er svolítið íslenskt líka. Það er mjög íslenskt. Já, það er svolítið fólk er alveg að mæta fyrir utan Alþingi sem ég held að vera ríkið og mótmæla. En já, ég sko, Ari, fun fact, ég hef aldrei mætt á svona 17. hátíð skemmtun, held ég. 17. hátíð? 17. júní hátíð skemmtun. Höfum við mætt á þannig? Já, svona hæ, jippi, ok, maður ekki eftir. Jú, við fórum átt á þannig, sko. Alltaf leið. Og hvað það fyndi, ég muni ekki eftir svona 17. júní hátíðum, því ég er bara eitthvað, þú veist, ég var ekki bara að hugsa eitthvað allt annað. Já, ég meina þú varst barn, örgulega. Ég var alveg low-key barn, sko. Ég hef ekkert farið á margar síðan ég var fullorðin, sko. Nei, ekki heldur. Alíslenskt vatn. Ok. Væta góminn, áður en maður byrjar að fylja upp nokkrar. Væta góminn? Ég sko, what the hell, maður? Oh shit, nei, ég þarf að hætta að sletta. Ég þarf að hætta að segja svona slett. Já, burt. Já, bara Ok, ég er tilbúin. Sussa mig. Já, nei, ég er að sussa mig. Ég var að segja hellpepp og Loki. Hellpepp og Loki og Slay og eitthvað. Þegar ég peppu, Ari, komdu með einhverja góð þjóðsögur. Fyrsta sagan í dag. Ætlar ekki að segja mér hvaða bækur þú ert með? Ég er með hefti 1 og 2 eftir hann Jón Arnórsson. Það er ekki Jón Sigurðsson.
Nei, það er fyrst í fórsetin. Jón Árnason. Jón Árnason var hann var að sanna þessum sögum að sér áður en Ísland var fullveldi, sko. Já, ok. 1800 eitthvað. Þetta er pre-17. júní. Þetta er pre-17. júní, actually. En þú veist, þetta er náttúrulega alíslest af því að Ísland. Þetta er allt sögur frá Allir nú segja þér. Þetta er allt sögur frá Íslandi og smá frá Noregi en ekkert úr Danmörku, guðsulof. Harry, stopp! Danmörku er samt alveg cool, sko. Nei, ok. Þetta er offset prentað 1980 en þetta er frá Reykjavík, stendur hérna Reykjavík 1852. Wow! 1852. Ok, það er alveg bara lóki langt síðan. Er það ekki áður en að Guðrún frá Lundi fæddist eða? Jú. Langa amma. Langa með frænkan eitt. Langa. Það er nefnilega áður en fæddist. Shit, Hvað fæddist? 1870? Lómargá. 87. 87? Ok. Já, já, hún fæddist 87. Hvað segirðu, æfintýri? Það stendur íslensk með setu. Æfintýri með F-i. Söfnuð af M. Grímsinni og Jóð Árnasinni. Wow. Það segist að Magnús Grímsson og Jón Árnason. Ok. Reykjavík 1852. Þetta er svolítið áhugavert, myndi ég segja. Já, mjög áhugavert. Já, mjög áhugavert. Byrjum bara hérna á fyrstu sögunni sem ég var búin að punta niður. Ég er spennt, sko. Okay. Ég er spennt. Alexander Magnús. Ok. Svo er sagt að konungur nokkur er Alexander Magnús hafi gjört kontrakt innan sviga. Það er alveg enn storð. Já. Við djöfulinn að ef hann léti sig vinna allan heiminn mætti hann eiga sig. Konungur þessi lagði mikinn hluta heimsins undir sig á 12 árum. Kom hann loks til Babylónar, var hann þá orðinn svo dramsamur að hann kallaði sig Guðson og lét tilbýða sig. Ekki drakk hann nema dýrasta vín af gullbikar og er þá mælt að djöfullinn hafi drepið hann þannig að honum lét sýnast hann drekka vín úr gullskál. En reyndar var það eitur úr hófi af reiðhesti konungs dauður var og hann hafði viljað að láta tilbýða. Þetta var rosalega mörg orð. Já. Er það búið það? Þetta er búið. Ok, hvað var þetta? Ég var alveg bara fór alveg í súpu þarna í endan, sko. Þetta er Alexander Magnús gerði kontrakt við djöfulinn að leggja undir sig heiminn og hann var orðinn svo dramsamur að hann kallaði sig Guðson, þú veist, hann mjög mikið hégómi í honum. Dramsamur. Ok. Þú veist, hégómi. Já, hégómi, já, ég veit hvað það er. Hann kallaði sig Guðson og lét tilbýða sig og drakk dýrasta vín af gullbikar. Og þá, þú veist, af því að hann var orðinn svo mikið hégómum fullur og svona, þá draf djöfullinn hann, þú veist. Ok, af því að hann var orðinn svona kokki. Misnota vald sitt, já. Var hann orðinn kokki? Orðinn mjög kokki. Þessi er góð, Ari, þessi er helviti góð. Svona þeir eru búin að útskýra hana fyrir mér. Þessi góð, já. Gott hvað ég skil frekar, sko, kokki heldur en hégómi eða dramfullur eða eitthvað. Þessi var góð. Dramsamur. Já, þessi var létt og laggott. Já, þessi var létt og laggott. Þetta er ekki spónsamt. Er það ekki smjör eða? Létt og, er það til ennþá? Ég held það, sko. Létt og laggott. Ég veit það ekki með. Ég er ekki viss um að það sé til. Ég var að googla. Það er hætt í sölu. Létt og laggott. Já. Ég vissi það, sko. Vegna minkandi eftirspurnar. Já, ég hef ekki séð það mjög lengi, sko. Nei, same. Var það ekki líka alveg næst í það? Það var samt alveg fínt, af því að þetta var svona plöntusmjör, eða ekki? Já. Það var ekki líka gott og smjör þá, en... Plöntusmjör? Já. Svona svo fíblamjólk? Það er létt að gera, já, þú veist, það er létt að gera smjör og plöntum, sko. Ekki segja Gunnar þetta. Hann er bara nóg með þessi fíbla hérna teið. Já. Næst hérna er frekar löng saga, sko. Ég er svo til í það. Löng, stutt löng. Náðu í poppið og spenni sætisólanar og hlustið setið í lólasi eirun eða eitthvað og þú veist, ég veit ekki. Og sperrið eirun. Nei, þið verður að hlusta okkur, ég get ekki setið í lólasi. Hvað skrifaði ég á Instagram? Sperrið eirun, nei, ekki sperrið eirun. Sperrið eirun. Það fyndið samt, sko. Sperrið eirun, krakkar mínir. En já, náðu í pop, það er mjög gaman að hlusta okkur með pop. Ertu tilbúin? Ég er svo tilbúin, ég hef aldrei verið jafn tilbúin. Sérðu það ekki það? Sjá hvað þið er búin? Sjá, gott. Rósamunda. Já, Rósamunda. Einu sinni var kóngur og drottning í ríki sínu. Þau áttu sér einn son og greinir ekki frá nafni hans. Hann ólst upp sem aðrir kóngsinnir að honum voru kendar allar íþróttir og reistur kastali og ekkert til sparað sem hafa þurfti enda þótti hann afbragð annara manna. Í þessu sama ríki var höfðingi einn sem átti dóttur undur Fríða. Hún hét Rósamunda. Þó hún væri væn og kurteis þótti sá ókostur við hana að henni var ekkert kennt, hvorki til munns né handa. Svo var hún tornæm og ólægin, en orðlögð var hún allt fyrir friðleika sakir. Tornæm, já, ég veit ekki alveg hvað það fyrir. Nei, það er orð. Kóngssonur sá hana einu sinni og var þegar fangin af fegur hennar og hún ekki síður á lífstum hans og atgjörfi. Kóngsson kemur eftir það að máli við föður sinn og segist vilja biðja sér konu.
Kóngur spyr hvar hann horfi á það mál. Kóngsson segir honum að hann vilji enga konu eiga nema Rósamundu. Faðir hans biður hann að nefna það aldrei því hún sé bæði heimsk og fákunnandi sem sögur fari af. Jæja! Og að það sæmi ekki að velja sér þá konu fyrir drottningarefni, auk þess sem hún sé af ógöfugri ættum komin en hann. Fucking dick! Kóngsson vildi ekki deila við föður sinn þetta, en gat þó aldrei hugsað af Rósamundu og varð eftir þetta mjög þunglindur. Fór innförum og synti lítið glaðværum. Einu sinni var hann einn á reiki út merkur og skóga og var að hugsa sinn hag áhyggjufullur. Kemur þá til hans lágur maður rauðskeggjaður og spyr hann því hann, kóngssonurinn, sé þar einn á reiki og sé það ekki sambóði tign hans og verðleikum eða hvað að honum gangi. Kóngsson sagði að hann myndi lítið bæta úr skák fyrir sér þó hann segði honum rauni sínar. Komumaður sagði að hann vissi þó ekki nema hann geti bætt úr því sem honum þætti. Og til þess að sýna þér að ég alls ekki ófröður hægi þína, segir hann, veit ég að þú ert harmsfullur af því að þú færð ekki að eiga Rósamundu hina fríðu fyrir föður þínum vegna þess að hún tornæm til munns og handa. Hamsfullur. Hæ? Hamsfullur. Harmsfullur. Já, harmsfullur, já, ok. Kóngsson sagði það satt vera og bað hann í öllum bænum að hjálpa sér fyrst hann væri svo fróðlega að þessu komin. Tók þá komumaður upp hjá sér járntein lítinn og segir að Kóngsson skuli fá Rósamundu teinin og skuli hún þegar hún læri eitthvað til munnsins leggja hann á tunguna sér. En þegar hún vilji nema eitthvað handbrað skuli hún hafa teinin milli fingrana og muni hún á svipstundu nema hvort tveggja og kunna síðan. Já, nema hvort tveggja og kunna síðan, já. Kóngsson spyr hvað hann vilji hafa fyrir þetta. Hinn segir að þetta sé svo lítið greiði að ekki taki því að sitja upp á það enda muni hann koma til Rósamundu eftir 3 ár og eigi hún þá að fá sér aftur teinin og segja sér hvað hann heiti. Ef hún geti það muni hún muna eins eftir sem áður allt sem hún hafi lært þó hún skili sér teininum. En ef hún getur það ekki muni sækja hana sjálfa með teininum að 3 árum liðnum og hún þá mín eftir það. En nafn mitt Rigdín Rigdón. Slay, en hvaða tein hann að tala um? Það bara tein, svo lítið jártein. Já, tein. Sem á að hjálpa henni að nema allt og eitthvað. Ok, slay. Kóngsson þakkar honum mikilega þessar tillögur sínar og kveður hann síðan. Gengur hann svo heimleiðis miklu léttari í skapi og hugfestir nafn mannsins. Eftir þetta fær Kóngsson því framgengt hjá föður sínum og móður að þau lofa honum að sækja Rósamundu og reyna að láta henni kvenlega listir. En með því skilyrði að hún geti ekkert numið skuli hann ekki hugsa á eigin orð við hana. Þetta gera þau nú statt og stöðugt og fer svo Kóngsson eftir Rósamundu með fríðu föruneti. Flytur hana heim til Kóngsirðar, fær henni teinin og segir henni hvernig hún skuli neita hans. Eina fögnuðinum yfir því að hann var búinn að fá hana heim til hirðarinnar gleymir hann alveg nafni mannsins sem hann hafði hitt á skóginum. Það ekki gott. Þetta var stórt nafn líka. Þetta var nafn, sko. Rigdín Rigdón. Jú. Eru nú Rósamunda fengnir kennarar og konur sem hann átti að nema af til munns og handa. Og þarf ekki að orðlengja það að henni var allt í augum uppi hvort sem var til bókarinnar eða handana. Nú leið til þess komið var á 3. árið og gat Kóngsson ekki munað nafnið á manninum með nokkru móti. Var hann því áhyggjufullur meir en áður ef hann yrði nú að sjá á bak unnustu sinni sem var orðin eins vel að sér og hún var fríð til. Í þessu ráðaleysi hann einn á gangi úti á skógi og kemur fram í eitt rjóður. Þar var hóll í röðrinu. Hann heyrir hlátra mikla og mælgi í hólnum og skilur að þar eru einhverjir að telja upp hvað margar sálir þeir hafi svikið. Nú fer að fara Kóngsson því hann ímynda sér að það hafi líklega verið einn af þessum piltum sem hann hafi hitt á skóginum forðum. Hlustar hann nú enn til orðalags þeirra og þykist þó stattur milli heims og helju þar sem hann var kominn. Loksins segir hann að þessar stökur eru mæltar fram í hólnum. Menn sem mig kallar ref, margra orsök ég til þess hef. Enga vægð öndum ég gef, út þegar skuld mína kref. Guð, þetta var fucking geðvikt. Ég er ekki fyrir nærviðbúið, sko. Þú verður að tala inn á bara, hljóðbækur Okay. Og bara, inn á teiknimyndir. Geng ég allt eins og ljón, allmargra blindað hef sjón. Mein ger ég mönnum og tjón, mitt nafn Rigdín Rigdón. Slay! Þegar Kóngsson heyri nafnið í seinni vísunni kannast hann við að það sama nafnið sem hann hafði gleymt og verið lengst hugsandi út af undanfornu. Hann skrifar nú nafnið hjá sér og gengur heim hress í huga. Síðan lætur hann gera glerskáp svo stóran að Rósamunda gat staðið í honum og skrifað allstaðar á hann.
Rigdín Rigdón, svo ekki, skrifa allstaðar á hann Rigdín Rigdón svo ekki varð neinstaðar litið á skápinn utan að innan svo nafnið blast ekki við. Þegar dagurinn kom sem maðurinn hafði gert ráð fyrir að koma og sækja teinin að 3 árum liðnum, lét Kongsson Rósamundu fara í skápinn og hafa hjá sér teinin og sagði henni að fá hann þeim sem til hennar kæmi og segja leið Rigdín Rigdón. En ekki mætti hún fara út úr skápnum né láta sér hugfallast hvað sem fyrir kæmi, en mun eftir nafninu sem hann þess vegna hefði látið skrifa á skápinn. Eftir það fer Kongsson burt úr herberginu og læsir því. Þegar nokkur tími var liðinn veit Rósamunda ekki fyrir til en hún sér mann koma í herbergið inn að læstum dyrum. Hann gengur rakleiðis að skápnum og biður hana að koma út úr honum. Geri, sko. En hún lét sem hún heyrði það ekki. Réttir á honum teinin og segir taktu við, Rigdín Rigdón. Við það sökk þessi gestur niður gólfið þar sem hann stóð þegar hann heyrði nafn sitt. Eftir þetta hélt Kongsson brúðkaup sitt til Rósamundu og settust þau svo að ríkjum með kongi og drottningi föður Kongssonar. Rósamundu þótti fyrirtaksdrottning flesta hluti. Mundi hún allt það sem hún hafði numið með aðstóð teinsins þó ekki væri betra á honum nauturinn sem allir ætluðu að hefði verið kölski sjálfur. Loksins búið. Dæjum, bítu. Enda þetta þannig að þau giftu sig, sonurinn hann og... Kongsson og Rósamunda. Oh my god. Og þú veist, hún fekk að muna allt sem hún lærði með teininum. Hvað lærði hún með teininum? Hún lærði, þú veist, verk og allt svona með teininum. Bara einhverju járnbetuteini? Með svona, járteini. Wow. Sem kölski, þú veist, gaf henni. Þú veist, hann gaf henni kraftin til þess að læra, hann gaf henni þú veist þennan tein sem leyfði henni að læra fullt af hlutum. Ok. Og að því hann ætlaði að koma aftur til 3 ár og sækja hana. Já. En þú veist, að því að hún vissi nafnið hans, þá fekk hann ekki að sækja hana. Þetta er svona góð saga. Sko, ég var actually fucking invested líka bara því að þú ert svo góð lesari. Ég er bara eitthvað, nennir að lesa mig í svefn. Bara komdu bara og sestu bara við rúmið mitt og lestu fyrir mig. Nei. Ég var alveg bara invested í þessar sögu en ég var ekki alveg kannski að fylgja hvað var að gera þannig að það var svona mjög mikið að íslenskum orðum sko. Fylgja ég sést Rigdín Rigdón, er það kölski? Það er kölski. Já, heldur að kenta sig ekki alveg með þetta. Auðvitað veit ég hvað þetta var Þetta var gott ljóð líka. Þegar hann kom að þeim í rjóðrinu þá var eins og hann var staddur á milli heims og helju, þú veist þannig að það... Helvítar og helvítar. Já, þú veist, það var eitthvað skrítið við það sem voru að gera þannig í rjóðrunu, sko. Þegar hann var að fara með vísuna, ég er Rigdín Rigdón. Já, það er ógeðslega skeri, sko. Það er skeri, sko. Mér langar ekki að lenda í Rigdín Rigdón. Nei, skrítið nafn, en þú veist... Mjög skrítið nafn. Ég veit ekki. Þetta var góð saga. Þetta var skemmtileg saga. Ekki segja mér ég sé farin að fíla þjóðsögur. Hvað er að gerast? Svona er þetta. Ég segi þetta er gaman. Þú ert bara eitthvað alltaf resandi. Hvernig gengur að tala? Ég veit ekki. Anna Kristín, þú ert alltaf lesandi þjóðsögur. I like it. Já. Hefur eitthvað þátt eða bara fara í næstu eða? Ég kann að meta þessu sög. Ég held ég hafa ekki neitt þátt. En þetta, jú, ég ætla að segja að sönn ást vinnur alltaf. Var þetta ódramatist? Var þetta ódramatist eða? Nei, þetta var smá svona Rómeó og Júlíu vibes. Góða boðskapur. Já, þetta var góða boðskapur. Góða boðskapur. Góða boðskapur. Ok, Jana. Það er íslenskt. Það er svo sannarlega íslenskt. Það er gamla góða bræðið, sko. Það er gamla góða bræðið. Nú förum við í 9. flokk sem sagt, kímnisögur. Kímnisögur? Heyrðu, kímni, það er skemmtlegt. Það er nokkar góða kímnisögur. Við erum með svona kímni hlaðvarp. Já, þetta er kímni hlaðvarp. Það er smá kímni, sko, kímni. Aðal íslenskt. Fólk var alveg bara með, þú veist, bara fólk gat alveg grínast á þessum tíma líka. Stundum. Já. Ekki alltaf. Það var ekki, það höfðu tilinn til þess að grínast. Það var ekkert voðalega duglega að grínast. Það mátti ekki bara ekki að vera með, þú veist, kaltæðinni bara hér og þar og alls staðar. Nei, þá varstu bara að setja kross og setja það verið norm og kvitt í þér. Ok! Það er alveg lóki ekki gaman. Mér langar ekki að vera að setja kross og kvitt í mér. Nei, það er örugglega ekki gaman. Ok, farðu yfir Hrútafjarðarháls. Ok, is this a threat? Þetta er titillinn. Farðu yfir Hrútafjarðarháls? Hæ? Ég bara, já. Sagt er að einu sinni hafi 2 kerlingar hitst í Reykjavík með setu sko hitst. Hitst? Já, í Reykjavík og komist í hár saman. Var önnur þeirra... Já, komist í hár saman. Það voru að rífast. Já. Var önnur þeirra borin og barnfætt á Suðurlandi en hin á Norðurlandi. Eftir mörg fáryrði og skammir sem þeim fóru á milli segir hinn sunnlenska með setu. Farðu til helvítis! En norðurlenska kerlingin vildi ekki velja hinn betri samastað en gat ekki beðið henni verri bölbæna en að hún segir farðu yfir Hrútafjarðarháls. Wow, þannig hún hefur ekki vilja vera brútal á hinn. Já, þú veist, hún er samt að segja bara eitthvað, þú veist. Hún var að pína að segja bara suck it. Hinn segir sko farðu til helvítis og hinn segir farðu yfir Hrútafjarðarháls af því að það er bara apparently verri en helvítis. Hvar er
Hrútafjarðarháls? Ég er ekki Hrútafjörði. Hvað er hann? Hann ekki í Vestfjörðunum? Ari, ég fylgdist alveg lóki ekki með landafræði heldur sko þegar ég var lítil. Nei. En fuck, já, þetta er ógeðslega, ég ætla að segja þetta alltaf núna. Hvað er þetta í Hrútafjörðarháls? Þegar ég er bara eitthvað, hey yo, fuck you, sucka penis, skilur Sökka pínis, þetta er nú ekki, þetta er ekki íslensk. Þetta er ekki Sjúður refur. Sjúður refur. Farðu við Hrútafjarðarháls, helvitið. Hafið svog fyrir munni ef refur er. Hafið svog fyrir munni. Beiskur ertu nú drottin minn. Ég titillin á þessari sögu. Þegar einhver að borða drottin og hann var mjög beiskur. Næstu, þannig að þú Var það svog fyrir munni? Nei, þú kennst annað. Nei, ok, ég bara að spyrja, skilur Þú kennst þetta smá. Þú er meira on the nose en þú heldur, sko. Kjallan er alveg með þetta, sko. On the nose, þú er meira nálægt í en þú heldur. Já, á Þú nefnu. er með góða getgátur. Vá. Einu sinni var kerling til altaris. Presturinn hafði ekki góðan augastað á kerlingu og er sagt að hann gjörði það af hrekk. En sumir segja hann gjörði það af ógáti, að hann gaf kerlingu brennivín í kaleiknum. En kerling let sér ekki bylt við að verða og sagði það sem síðan er að orðtaki haft. Og beiskur ertu nú drottin minn. Kerlingin hélt það væri fyrir sinna syndasakir að messuvínið væri svo beist. Þú lokaði bókinni, sagði hann búinn. Já. Ok, ég skil ekkert hvað það gerist. Því að presturinn setti brennivín í kaleikinn. Ok. Þú veist alltaf þegar maður fæst messuvín. Já. Það setti brennivín þegar koma henni. Vá, var hann bara, beiskur ertu nú drottin minn. Hvað var hann bara að dragga hana? Var hann bara lókið á byrjullinni? Anna, þetta er fyrir 1850. Já, hann var að byrjullinni brennivín. Það var bara, þú veist, bara... Hún vildi bara fara að drekka messuvínu sitt og hann var bara eitthvað byrjullinni brennivíni. Eins og eitthvað dickass. Já, þú veist, þú þurfti bara að krossa fingurna þegar þú varst kona á þessum tíma, sko. Já. Æ, Crazy, sko. Krossa fingurna í kirkjunni. Það sem eru kross... Það er kross í kirkjunni. Það er kross. Já, þannig að hann var ekki beiskur, þú veist, limurinn á honum. Já, hún hélt að veri fyrir syndasakir að messuvínið væri svo beist. Já, messuvínið, já. Af því hún var að synda. Hann var synda? Ekki synda, heldur var að synda? því, synda. Syndga, nei hvað? Ég held að, já, Já, það stendur bara syndga. Var hann svona, forgive me, það blessi mig faðir. Fyrirgeðu mér faðir Ég hef syndgað. Ég hef syndgað. Ég hef syngt. Ég hef sungið. Ég fór að synda. Fyrirgeðu mér faðir, ég fór í sund. Já, ok. Þessi var góð. Eða, þú veist, ég held hún hafi verið góð, sko. Ég var alveg bara, svo veit hvað að segja. Ég held hún var alveg góð þessi, sko. Já. Bara, ég ætla að hlusta á þetta í kvöld þegar ég fyrir að sofa og vera bara, það er svo næs. Ég bara, fuck, já, drottin, þú ert beiskur, sko. Þetta var ekki svo gott til þess að láta eitthvað fólk svo, ég veit ekki. Bara ASMR Ari, skilur þú? Hvað hét hún móðir hans Jesús? Mariam. Já, ok, ég vil ekki spoila, vá maður. Einu sinni voru tvær með ói, sko. Einu sinni voru tvær kerlingar á bæ og hófst önnur þeirra upp úr eins manns hljóði jólaleitið eftir lestur og sagði við hina kerlinguna. Hvað hét hún móðir hans Jesús? Og hún hét María, sagði hin. Ég sagði það. Og ekki hét hún María. Hvað hét hún þá? Sagði hin. Og veistu ekki hvað hún móðir hans Jesús heit? Nei, móðir hans Jesús hét. Hún var örugglega heit. Hún hét Finna. Finna, sagði hin. Víst hét hún Finna. Heyrur ekki hvað sungið var í sálminum? Í því húsi ungan svein og hans móðir Finna. Oh my god. Hét hún þá ekki Finna? Kerlingin lét aldrei af sínu máli að hún hefði heitið Finna og séu þær ekki dauðar eru þær að deilum þetta enn í dag. Þannig að þetta er smá svona orðaleikur. Þetta er orðaleikur. Þessi var helviti fyndinari. Og hans móðir Finna. Hún var örugglega bara að djóka í henni. Hvað heitir hún ekki Finna? Já, þetta er eitthvað gömul kerlingar djóka að fokki og hans móðir Finna. Hinn hefur bara ekki verið með kímnigáfur. Hvað heitir Finna? Hún heit María. Nei, sko Ari, þessi var alveg fokkin fyndið, sko. Þessi var góð. Þetta eru kímnisögur. Þetta var, já, það er gaman. Já. Þú veist, Jesú Finnusson. Það er alveg weird. Nei, hann var Jósefsson. Jesú Finnsson. Jesú Efinsson? Jesú Finnsson. Okay. Það er alíslensk kokteil, svo skal ég segja þér. Holy shit, man. Guð straffar þagmælskuna. Þagmælska. Nei, þagmælska. Þagmælska. Hvað er eitthvað pissmælska? Hvað er þetta að segja? Ok, Anna hlusta þjóðsögur. Ég hef maður búast við öllum orðum sem koma. Það er svo mikið orðum. Já. Einu sinni var ógnarlega kjöftugur karl sem alltaf var eitthvað að mærða. Alltaf eitthvað að monta sig, sko. Já, mærða, já mitt.
Veðjuðu piltar nokkrir eitt sinn við hann það að hann gæti ekki þagað heilan dag og hétu honum spesju ef hann gæti það. Karli gekk öllum vonum betur að þegja svo hinir fóru að verða hrættir að hann myndi vinna. Leituðu þeir ýmsra bragðra til að koma honum til að tala. Seinast fóru þeir að segja hvor öðrum sögur það að þeir sem lengi þegðu mistu stundum málið. Þá rauf karlinn þögnina og mælti: Ekki þori ég að þegja lengur. Ég veit ekki nema Guð minn góður straffi mig þá og taki að mér málið. Tapaði hann þá veðinu þó hann héldi málinu. Já. Hvað var að gerast? Hvað var að gerast? Þetta hlusta? Já, ég var að hlusta. Ég var að hlusta, sko. Þú sagði Guð minn góður. Þetta var Guður sem var að monta svo mikið. Hann var monta svo mikið. Guðurinn voru svo pirraður og hann var alltaf að monta svo mikið. Já, fuck dick. Það voru að veðja að hann geti ekki þagað í heilan dag. Já. En það gekk ekkert vel hjá honum, þannig að þeir voru bara ég hef heyrt að þeir sem það gett lengi eru bara eitthvað að missa á málið og hann bara ég ætla ekki að gera það. Já, þannig að hann talaði. Oh my god, þannig þeir leta hann í rauninni tapa þagnarbindinu. Já. Af því þeir voru dicks. Nei, þú veist, þeir voru alltaf bara þreyttir á honum. Já, þeir voru bara þreyttir á honum. En þú veist, þeir leta samt. Já, þeir voru að veðja við hann. Þú veist, þá voru þeir að reyna að láta hann. Við reyna að láta hann tala. Bara, þú veist, þeir voru að veðja hann geti ekki það Það er alveg dick behavior samt, það er alveg dick move. Já, nei, þú veist, ef einhver er alltaf að tala ógeðslega endalaust maður og maður veðja, þú veist, ég meina, maður vill vinna veðmáli, maður er að veðja eitthvað við. Já, reyndar. Ég geti til dæmis aldrei farið í þagnarbindindi. Ekki? Nei, bara ekki neitt, ekki. Ég held ég gæti það í alveg, þú veist, hálft ára eða eitthvað. Hálft ára þagnarbindindi? Já, ég held það. Vá, maður, ef að fara í þagnarbindindi 30 sekúndur. 1, 2 og... Ok, þetta var vandrarlegt. Ég er að segja það, ég get ekki þagnarbindindi, ég er bara hvað, þetta er ekki hægt, sko. Já, þú ert svolítið eins og þessi... Ég er eins og þessi kall, þarna. Þú ert eins og þessi mærði maður. Mærði maður? Nei, þú ert samt ekki alltaf að monta þig, þannig. Nei, ég er ekki að monta mig, sko. Ekki þannig, ég held ekki. Þú veist, ef ég er að monta mig, þá bara, þú veist, bara... Þú ert ekki þig. Bara sparkaði mig eða eitthvað, skilur. Nei. Þú veist, máttalega sparki mig, þú veist. Það er ekki bólutaður. Nei, hæ? Er það í bolla? Nei, þú veist að þegar maður var sparki fólk á bólutaðum eða eitthvað. Ó, maður ekki raskjallar. Það er ekki eitthvað annað. Setja miða aftur á einhvern og bara sparkaði mig. Ég held að þú setja mig, skilja. Raskjallar eitthvað? Nei, bara bolla. Það getur ekki verið að mig lengur. Nei, örugglega ekki. Það er örugglega frekar að sparka í fólk. Ok, hvað er að tala? Ok. Ari, þetta er svo skemmtilegt. Mér langar endilega að lest fleira fyrir mig og þá líka get ég sofna svo vel í kvöld þegar þessi þáttur er komin út. Já, og kvöld, hann verður komin í klukkan 6 í nótt. Já, ég meina morgun. Drykkjurúturinn í helvíti. Ha, drikkjum, Drykkjurúturinn í helvíti. Drykkjurúturinn, og hvað í fokkanum því það? Þetta er titillinn. Já, þetta er alls konar búkljóð, sko. Einu sinni voru 2 menn að smíða stórsmíði í smiðju. Að áliðnum degi kom þangað til þeirra drykkjumaður nokkur sem var svo illa til að reika að hann valt sofandi af hestbaki og ofan í hlað bleituna. Tóku smiðinar hann þá og báru hann inn í smiðjuna og lögðu hann á viðarkóla bing. Svaf hann þar til þess dimmt var orðið. En það bil sem smiðinir voru hættir að smíða en þó ekki búnir að slökkva eldinn fór drykkjurúturinn að rumskvast. Fóru þeir þá út í horn og létu ekki heyra til sín. Drykkjurúturinn fór nú að þreifa í kringu sig og fann kólin undir sér og sá í eldsklæðunar hálf sloknar. Hugðist hann þá myndi vera dauður og vaknaður upp í helvíti. Hann reis upp þá við alboga og hlustaði stund, en þegar hann heyrði samt ekkert leiddist honum og kallaði hátt: Getur nú enginn af öllum þeim djöflum sem hér eru samankomnir gefið mér í staupinu? Þá gáfu hinni sér fram og með því endar sagan. Vá, þannig hann var actually bara eitthvað, þú veist, hún langaði bara að fá sér að meira að drekka þótt að vera í helvíti. Já, þú veist, hann hélt að hann væri komin í helvíti og hann var bara að lofa mér að fá staup, skilur. Ég ætla að hafa staup fyrst að ég er komin í Já, þú veist, koma hann, skilur, fyrir að skála við djöfuli, skilur, kulski, let's go, maður fuckir. Einhver alvöru fyllir aftur, sko. Já, fokk heim, maður. Drykkjurúturinn. Drykkjurútur. Heyrðu, núna ætla ég að byrja að kalla fólk sem að drekka mikið drykkjurúta. Drykkjurúturinn. Út af helvítis drykkjurútur. Hættu hún að drekka helvítis drykkjurúturinn. Drykkjurútur. Ég held að verðum að tala bara svona rútur. Það voru ekki til á þessum tíma. Nei, það var ekki til rútur. Það fólk ekki drukki í rútum, Ari. Oh my god, ég er að segja þér að heilavirknin upp á 10. Hún er góð. Hún er góð. Já. Veist hvað var líka gott? Þessi saga, hún er heldur góð. Þetta eru allar sögurnar sem ég fann, eða svona skemmtilegu sem ég fann í hefti nr. 2. Í hefti nr. 2? Já, þú ert að byrja hefti, ertu með hefti 2 og 3? Já, ég byrjaði á hefti 2. Já. Það því að, Tókstu hefti 1 í þætti 5? Bæði. Eru þjóðsögur ömurlegar? Ég myndi hlusta á þann þátt Eru þjóðsögur ömurlega leiðilegar? Eru þjóðsögur ömurlega leiðilegar, já. Það var þáttunum með 5 hjá okkur, en sko, þar var ég ekki með mikla þolinmæði, sko.
yfir sögunum? Nei, alls ekki. Og við byrjum ekki að lesa þjóðsögufyririnn að voru 50 mínútur búin að þættum með eitthvað. Heyrðu, ég hafði bara svo mikið annað að tala um að því að þetta svo Já, það var skemmt, það er japp þáttur. Það var japp-session, en Ekki japp, nei, þetta er ekki íslenskt. Það var smá svona jarp. Smá svona jarp-þáttur, Nei, já. svona samtalsþáttur. Það var sant, ég ætla að segja, þetta var gott japp-session. Þetta var gott japp-session. Þannig mæli mig að hlusta á þátt 5 af því að sko sögundar komið svo bara gegn mikið óvart. Það voru actually bara gegga góðar, skiljur. Þessar sem ég skildi. Já. Eins og Komiði fjórir var uppáhalds. Komiði fjórir. Það var uppáhalds að mín. Helvíti góð. Þið þurfum að hlusta á Komiði fjórir. En heyrðu, ég er sem sagt að flett upp á hérna kafla það sem Kapitulari. Kapitula. Það er fullt af sögum Sæmund fróða sem kom birtist aðeins í síðasta þjóðsöguþættinum. Það Ég man svo eftir ég veit og hver það ég er alveg með á nótunum. Hver er eftir það? Það eru til marga sögur hann Sæmund fróða sem bjó á Odda og í einhverju sýslu eða eitthvað, ég man það ekki. Já, en nú ertu komin í hefti 1 eða? Hefti 1, já. Já, nú ertu búin að skipta með hefti. Ari er svona gamall fræðimæður með hefti í bókunum. Ég fíla. Þú ert mjög kúlsamt, Ari, af því að sko, þú ert sko með glimmer heyrnartól og þjóðsögubók. Ég ætla að taka myndaðir. Ég verði að taka myndaðir. Ég skal setja þetta á Instagram. Já, ok. Story á Instagram, myndar að lesa bók með glimmer heyrnartól. En það eru sem sagt margar sögur Sæmund fróða að leika á kölska, sko. Yes! Á leika á djöfulinn. Yes! Nú ætla ég að lesa nokkrar sögur af honum Sæmundi fróðan. Erum við Lóki bara að fara að fræðast hann Sæmund fróða í þessu? Já, við erum ekki að fara að fróa Sæmund fróða, sko. Nei, við erum bara að Við erum bara að fræðast Sæmund fróða, ekki? Fræðast Sæmund fróða, ekki fróa Sæmund fróða. Það er ekki alveg Lóki dauður, það var ekkert hægt, skilur, hvað sem Það er dó sko 1100 og eitthvað. Já, við finnum ekkert að gera það upp með þessu, sko. Vatnsburður kölska. Griðkona ein í Odda sem plagaði að bera heim vatn var einn vetur þá snjór og lausamjöll var mikil þreytt orðin að kljúfa snjóin með vaskjólunar. Ég strax þín, þú týndir mér, sko. Þetta voru mjög mikið á búkljóðum. Einu sinni þegar hún sat við brunninn og álasaði húsbændum sínum fyrir ofharða verkaáætlun kom til hennar maður einn. Sá bauð henni að bera heim fyrir hana vatnið ef hún vildi gefa sjálfa sig í kaupið. Því játaði hún. Maðurinn tók þá til að bera vatnið heldur ótt og títt. Sæmundur kom út og sá hvað var. Hann sagði til mannsins að hann kæmist aldrei með vatnsburðinn því ílátin væri of lítil og fekk honum hrip 2 heldur stór og tók miðrimuna úr hverjum botni. Hann tók sem sagt, miðbotnina úr hverju tunnu sem hann að halda á. Þannig að vatnið fór bara úr henni. Oh my god. Karli varð seint vatnsburðinn því hripin voru jafnan tóm þegar hann kom heim til bæjarins frá brunninum og misti hann því griðkonuna. Hann fekk ekki að ríða. Erum við að segja í löngumáli, gæinn fekk ekki lengur að ríða konunni? Já, þú veist, hann vildi eiga hana. Já, og ímaður. Þetta var djöfullinn. Já, þetta var djöfullinn. Já, þessi með vatnið sem vildi alltaf gera konuna. Já, hann bara búin að dulbúa sig sem maður. Já, og vildi hann bara fá konuna. Já, hann, þú veist, hann kannski, konan hefur kannski tekið bara eitthvað, hann vildi, þú veist, fá hann í eina nótt eða eitthvað, hann bara eitthvað, þú veist, að þetta er kölski, hann er slungin með orðin. Þannig að hann er basically að segja að hann ætla að eiga hana bara til að eiga hana, bara possession hana, ég var bara að eiga, geima eitthvað hillu hann er alltaf slungið með orðin, þú veist, hann kannski segir eitthvað sem þú heldur að sem þú vilt, hann heldur og vilji heim þú tekur því kannski eina leið en hann er, þú veist, þetta hefur marga merkingar hann er sem sagt að segja að hann bara muni eiga hana. Já, ok, þannig hún hefur kannski bara verið gett til í kettlin en hann hefur verið bara, hún veit ekki, ég er að leika á hana. Já. Fucking dick. Var maður ekki dicks í þessum bókum, maður? Kölski er alltaf að, hann er alltaf að, þú veist, búið til samninga, sko. Já, einmitt. Það er sem djöfla að gera, búið til samninga, allir þessari námenni, sko. Já, ég er hætti djöflari. Já. Ekki frá djöfla í hana. Nei, hvað er það? Djöfla í hana. Er það ekki mynd? Það er fræmynd, já. Er það ekki Ísland? Jú, ég hef actually ekki séð hana og ég séð endalastu myndir. Ég hef heldur ekki séð hana. En Ari, ég er að spá. Þannig að hefur þú séð svona fólk með augu sem minna á djöfulinn? Hæ? Þú veist, hefur þú séð fólk Er eitthvað körk eða eitthvað? Nei, til dæmis. En þú veist, það er svona fólk sem er með svona augu, þú ert bara, vá, það er djöfullinn inni í þessari mannesku. Er eitthvað körk? Já, til dæmis hún, en það er bara fullt af öðrum fólki, sko. Já. Bara segja. Hún er bara svona nístandi augu. Já, ég er dauðhrædd við hana, sko. Dauðhrædd. Ég held ég skil hvað meinar. Já. Við erum Sæmund fróða. Sæmundur fróðin? Ég get ekki heyrt neitt annað núna. En að fróa Sæmundi fróða. Nornin á Saxlandi
Sæmundur prestur Fróði lofaði nokkri á Saxlandi eiginorði en þá fór hann til Íslands og ílengdist þar sá hún sig á honum gabbaða að vera. Hvar fyrir hún Úrkula vonar orðinum hans afturkomu að nokkrum árum liðnum sendi honum gullróðin kistil. Þar með að hefna hans óhaldin yrða með þeim fyrirmælum að enginn undan Sæmundur mætti kistlinum upp lúka. Sjöfis orð. Ég held ég segi miður heilablóðfalli sko, ég bara Skipverjar sem sendingu þess höfðu innabóls urðu öllum vonum framar hraðfara og létu í hafnir sunnanvert á Íslandi, hvaðan þeir strax sendu mann gaggjör til Odda með sagðan kistil. Oddi sem sagt, Oddur þú veist bærin sem Sæmundur Fróði á heima. Já, ég að fylgja sko. Já. Sæmundur var staddur í kirkju þá maðurinn kom og með því honum kom ei sendingin óvart, tók hann manninum vinsalega og bað hann að leggja kistilinn sem hann meðferðis hefði upp á altarið og svo gerði sendimaður og þar lá kistilinn þá nótt. Næsta dag þar eftir reið Sæmundur með kistilinn undir hendi sér efst upp á Heklu og kastaði honum þar ofan í gjá nokkra og þaðan tjáist að Heklu eldur hafi sinn uppruna. Það svoleiðis. Þannig hann the beninger á eldgossi Heklu. In the beninging. Er verið að segja okkur það að Sæmundur Fróði hafi látið Heklu byrja að gjósa? Já, þú veist, Heklueldurinn hafi komið úr því. Af því að þú veist, þessi kistill sem hann fekk. Þetta er áhugavert. Þú veist, hann eini sem greinilega sér að það er gjöf frá djöflinum. Þú veist, hann er heldur góður í að góma djöflin. Hann er góður í. Holy shit, maður. Hann hendi kistlinum og eftir það byrjuðu Heklueldar. Það er svo cool, Heklueldar, það er ekki eldgos eða? Ég meina, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki heldur maður. Gerist 1100. Já, 1100. Samkvæmt sögunum, þá gerist þetta 1100. Heyrðu, hann er alveg helviti góður þessi gæi, sko. Hann er góður. Hann er low-key góður í að góma helst kölska maður. Já. Low-key góður. Í grundvallaratriðum er hann ágætlega lúmskur. Þetta var gott. Í grundvallaratriðum. Í undirstöðuatriðum, Ari. Ég er með fullt af sögum Sæmund Fróða sko. Það er í undirstöðum atriðum geðvikt. Ok, hana. Mamma elskar Sæmund Fróða sko, eða sögur Sæmund Fróða. Örugglega Sæmund í Sparifötum líka. Heyrðu, pappi elskar Sæmund í Sparifötum. Hann er alltaf bara eitthvað að geta þetta fokkin Sæmund. Í Sparifötum. Keks. Já. Fjósamaðurinn í Odda. Oddi er bærin. Já, það er bærin. Ég er með þetta maður. Ég er að neða á nótunum. Svo bar til í Odda að fjósamaður gjörði óguðlega kontrakt við djöfulinn að sé á tilteknum tíma hengja mætti. Hvað á móti kom vita menn eigi. Sæmund grunaði þetta, leitaði fastlega eftir hjá fjósamenni og fekk síðir að vita hversu ástatt var. Fekk svo fjósamanni leggband sitt og bauð honum að fá það sínum kaupunaut til að brúka fyrir snöru. Fjósamaður kom svo í ákveðin stað og tíma og fekk skolla leggbandið. Hann leit á og þóttist þekka að Sæmundur væri. Hvað sér ofbjóða, kastaði svo bandinu og slapp af kaupinu. Er þetta búið það? Já, þetta er búið. Já, Ari, ég verð að játa, ég veit ekki. Ég dissociated alveg þarna. Ég er bara alveg dissociated og ég segi hvað er að hugsa. Ég var að hugsa með nokkuð svo í mac and cheese. Ok. Með nokkuð geggja mac and cheese. En þú varst að tala eitthvað fótaband eða ekki? Leggband? Já. Sko, Kölski ætla að láta hann vinnumann fá eitthvað snöru til þess að hengja eitthvað og þú veist, en hann myndi örugglega enda á því að hengja sjálfum sig. Þannig að Sæmundur Fróði lét hann gauð frá leggband og þegar hann rondaði leggbandið þá slitnaði snaran eða eitthvað, ég man það ekki. Heyrðu, þannig að hann var í raunin að bjarga lífi. Ég veit ekki, ég áslutið verið að fylgjast með það þegar ég er að lesa þetta. Og þetta eru erfið orð. Já, þannig að það er í rauninni ég sem á að vera að fylgjast með sko, en ekki hugsa mac and cheese. Þannig að ég held að Sæmundur Fróði hefði enn og aftur verið að bjarga lífi. Am I right? Hann var aftur að bjarga einhverjum frá kettlin. Úr klóm djöfulsins. Klóm helvitis djöfulsins. Helvitis andskotans djöfull. Heilsakast djöfull helvitis. Þess að fyndi allt þegar ég segi helst djöfull eða hverju fram ömmu. Hún er bara eitthvað, þú kallar nú svolítið á hann, Anna mín. Já, mann að passa sig. Ég má ekki kalla mikið á hann. Ekki segja þetta. Hann gæti byrst. Ekki hættu, stoppaðu. Hann er ekki Bloody Mary. Hann er verri. Já. Hann er djöfullinn. Ég er alveg hættu Bloody Mary sko. Það er ekki íslenskt. Hefurðu séð hann að Supernatural þáttin með Bloody Mary? Nei, ég sé hann. Sko hann er skeri. Það er í fyrstu seríunni. Já, það er skeri sko. Ég er eini Supernatural þáttur sem ég hef hort á og ég hef ekki þórt að horfa á neitt meira Supernatural. Ég mæli með þetta, góð hætti sko. Ég er skítrætt við þá. Yfir náttúrulegt. Já, þú trúir mér mikið á þannig, ekki? Nei, alls ekki. Nei, þú ætlaði náttúrulega ekki til miðils. Nei, alls ekki. Galdrabókin í Skálholts kirkjugarði. Galdrakallinn Jós. Nei. Sæmundur hafði heyrt af sínum góðum félagsmanni Jón hét að sín ráð hafa vildi til að ná einni bókar þeir báður vissu fyrir niðurgranna verið í Skálholtar kirkjugarði með eigandanum. Hafði Jón sína láskonu þetta vita látið.
Sæmundur lagði honum ráðin og baði Jón eigi að bregða. Kemur svo Jón til Skálholts, gengur í kirkju, læsir dyrum og meinar engan mann nálægan. Kveður 3 vísur. Við það sama opnast grafir í garðinum. Kveður Jón en vísu, gengu þá allir úr gröfunum og inn í kirkju. Fyrir þeim öllum gekk maður gamall og gráhærður og settist á forstólinn, hafandi bók í hendi sér. Jón kvað en vísu í 3. sinn, þá opnaðist bókin. En í því sama bar svo við að frilla Jón skapaði sér hljóð mikið. Hafði hún sem áður sagt vitað þessu hans áformi og fyrirtækt og að forvitni sinni gefið sig upp í kirkjuna. Jóni óvitandi til að vita hvernig þetta myndi til ganga og leynt sér í kornum. Varð hún nú fyrir draugan áhlaupun svo hún lærbrotnaði og hljóðaði þar af mjög sem sagt er. Við þetta hljóð var mikið hark í kirkjunni. Hljóp þá Jón í klukkustrengin og hringdi, þar með hurfu burt allir þeir sem enn voru komnir með miklum gný og fóru eftir í grafi sínar, en Jón misti bókarinnar. Ég ætla að játa, ég veit ekkert hvað var að gerast. Ég veit ekkert hvað þessi saga var þetta var svo mikið af orðum. Þessi Jón þetta var svona orð sem svona eru mjög íslensk. Þetta er svona fornt mál, það sem maður svona missir þráðin. Þessi Jón vinnur okkar. Hann var í Skálholtskirkju til þess að það var niðurgrafin einn bók sem hann vildi, galdarbók, og hann fór með vísur til þess að og þú veist, vakti upp 3 grafir. Opnuðisgrafir, ég náði því. Og það var 3 uppbandningar basically sem, þú veist, fór út úr gröfulum og settist niður í kirkjuna. Svo var hann að fann með vísur. Skeri. En svo kom frilla hans Jóns. Frilla er sem sagt svona, ég fann þetta á hann. Ég var þarna alveg bara, cause this is thriller. Já, nú skil ég misti þráðan af því að fór að syngja Thriller inn í hausnum á mér. Já, ok. Cause this is thriller. Frilla. Anna. Já. Frilla, annars það grínast. Frilla, byrgiskona eða launkona er hjákona eða áskona kvænts manns. Eða þú veist, já. Úlala, eða sambýliskona kaþólsks prests. Ok, þannig þetta er annarkvort svona hjákona eða sambýliskona kaþólsks prests. So it's a cheater. Eða vinnukona bara. Vá, þetta er bara spilinu T. Sæmundur Fróði er spilinu sem T right there. Já, hann er ekki þarna. Nei, hann er ekki þarna, auðvitað. Þetta er guð sem Sæmundur Fróði þekki samt. Já, einmitt. Heyrðu hvað ég er með að nótunum með það? Já. Ég veit svo hvað við erum að tala um. Þetta var góð að segja. Já, þessi Frilla. Hún var eitthvað að reyna, hún var eitthvað að blanda sér í máli og meittist, þannig að Jón þurfti að sinna henni og þá hurfu uppbæningarnir og bókin með henn. Þetta passar alveg. Girl, I can scare you more than any ghost would ever dare try. Já, Thriller er uppbæninga og nákvæmlega. Það er ekki að samu Frilla samt. Nei, ég var samt bara svona að leggja. Hvað þetta segir? Ég var sko að setja bara meiri svona í söguna þína með því að við að spila bara nóg mikið í þessari sögu. Flott í henni sko. Flott. Ég alveg fylgdist með sko. Ég var svo bara laser focused. Sure. Eins og Erika Körk. Ég þarf að hætta að segja Erika Körk. Við förum bara í næstu. Hvað? Þetta var svo fyndið. Hvað er svo fyndið? Var ekki aftur? Oh my god, ég fann alltaf að ræska mig svo ég tali vel. Já, þú bara tala mjög vel. Mér finnst þú tala einstaklega vel, Ari. Mjög einstaklega. Takk fyrir. Sæmundur. Oh my god. Við erum aldrei komast í gerum þess að sorry, ég er hægt að tala. Ég ætla að fara frá mikrofónu núna. Sæmundur spáir fyrir kálfi. Nice. Voru þið Nei. Eitt sem var Sæmundur Fróði á siglingu hingað til lands með sínum félagsmanni er sagt að Jón heitið hafi, örugglega Jón í síðustu. Þeir voru komnir að landi eður á land, þar var fyrir þeim ein kýr kálfull. Þeim kom til tals hvert heldur í kúnni myndi kvígu eða bólakálfur. Kom þeim báðum ásamt að kvíga væri, töluðu síðan lit hennar og kom þeim líka ásamt að svört væri. Sagði Jón að hann hefði hvítan blett á milli augana. Það sagði Sæmundur eigi vera, heldur væri það hvít hár sem kálfurinn skildi hafa í rófunni og lægi þau á millum augna kálfsins. Þetta reyndist svo sem Sæmundur sagði, þó kýrin bar kálfunum, að hann hefði hvít hár í rófunni og lá á millum augnana. Vá maður, þessi fucking orð sko. Hér af má merkja hans speki og visku af hverjum anda sem verið hefur, því þar eru nú ýmislega meiningar. Ari, þessi var góð. Já. Þessi var helviti góð. Sæmundur Fróði að spá fyrir hvaða lítur kálfurinn myndi vera sko. Ég er svolítið fegin að voru ekki 4. Það hefur verið vont fyrir kúnna. Kálfanir? Já, þú sagðir, voru þeir 4? Shit. Og ég var bara gaur, það hefur verið slæmt Það sko. væri crazy, vont eru 2 sko. En já, þannig að the moral of the story í þessari sögu er það að Sæmundur Fróði, hann er svo fróður að hann náði að spá til litin á kálfunum. En það er spurning af hverju hann er svona fróður sko. Það er eins og stendur hérna. Já.
Það er spurning, það er góð spurning. Hér af maður merkja hans speki og visku að hverjum anda sem hefur verið. Því þar eru nú ýmislega meiningar. Það er svona ýmislega meiningar af hverju hann ætti að vera, þú veist, fróður eða eitthvað svona, þú veist. Já, er eins og svona getgátur og kenningar. Já. Af hverju er hann svo fróður? Af hverju veit hann svona mikið? En veistu af hverju? Já. Af hverju? Það kemur á eftir. Kemur það Það eftir? kemur á eftir. Oh my god, ég er svo spennt. Er ég spennt? What? Anna, nei. Þú ert ekki spennt fyrir þjóðsum. Ég er spennt fyrir þjóðsum. Sæmundur Fróði er hann er uppáhalds þjóðsögum mínar, I gotta say. Hann er góður. Hvað var hann að gera í senasta þjóðsög þætti? Þau voru að smíða brú á Langá eða eitthvað og hann var að fokka í djöflunum. Já, bara eins og ennilega. Ég man eftir þér. Já. En ég elska að þú sérst að áhugavalda mig og aðra þjóðsögur af því að ég hef aldrei heyrt þetta og aldrei nefnt að lesa þetta. Já, pældi því. Nema þú værir áhugavaldurinn. Já, pældi því, sko. Áhugavaldurinn. Þú ert nefnilega fróðari en ég. Anna, ég slæ eitthvað. Pauri lætur í minni pokan. Ari ha, pauri. Pauri lætur í minni pokan. Pauri er hvað? Það er svona óþokki, púki. Já, Skilurðu? pauri lætur, hvað lætur hann? Hann lætur í minni pokan. Ok. Í Odda er Vatnsból hið örðugasta hvers vegna eldakona þar að sagt innansvega kontra heraði samdi við djöfulinn að hann hennar vegna vatnið sækja skildi og þar fyrir eignast að hún með gengi því hún var ólétt. Þetta fekk Sæmundur af eldakonu treglega að vita og skipaði svo kaupanut hennar vatnið heim að beri í 12 hrípum. Þar við ærðist hann mjög, fór með hrípin suður að Rangá, hér nær 4 skeiðarúm innansvega, og kom að vatninu í þeim á miðja leið. Annað sinn nokkru lengra, réði þá enn til í 3. sinn og komst þá undir smiðjuhólin. Þá er svo sagt að Sæmundur hafi klukkonum hringt, brá vatnsberanum svo við að hann fór þar niður með öllu. Kom þar þá upp brunnur, hver síðan er kallaður Skollabrunnur. Í þeim sama brunni druknaði barn á dögum síra Stefáns í Odda. Æi. Já. Hvers vegna hann var með moldu til luktur sem enn nú sjást vegsum merki. Sæmundur og Fjandi höfðu felingaleik. Sæmundur faldi sig í predikunarstól, þangað þorði í Fjandi að leita. Fjandi faldi sig undir torfu í fórinni. Sæmundur trað á torfuna, svo Fjandi val sig upp að gefa. Sæmundur reið paura í selslíki yfir hafi frá útlöndum, en sem hann kom í fjörumál Íslands sló hann paura með psaltara í höfuðið. Þá svo söktist pauri, en Sæmundur óð til lands. Ég veit ekkert hvað gerist, en við erum að tala svo mikið djöful, en hann var örugglega kominn bara mættastur inn í húsið. Hvað er maður? Bara mættastur, bara eitthvað hæ hana. Hæ Jóhanna. Hæ Jóhanna. En já, hvað? Ég náði ekki alveg hvað var að gerast. Þetta voru mjög mörg svona forníslensk orð sem að Anna bara, þú veist, það er ekkert pláss fyrir þau í hausnum mínum. Ég bara er ekki með svona orðaforða. Sko, í Odda. Ég er ekkert volið góð í íslensku orði. Þetta er alltaf leið. Nei, þetta er alltaf leið, bara, þú veist, Sem sagt í Odda, þá voru vinnukonur alltaf eitthvað að semja við dölum að verða óléttar. Ok. Já. Að djöfla börnum. Eitthvað þannig örgulega. Ok, Kontra heraði, stendur sandi Já, sko, í staðin fyrir að hann myndi sækja vatnið fyrir þeir eitthvað, þá myndi þær verða óléttar af barnir hans eða eitthvað, ég veit það ekki. Eitthvað þannig. Ok. Þetta er svolítið skrítin orð í þessari sögu. Það eru stór orð, sko. Já. Ég alveg bara, þú veist, mandlan hann uppi var ekki alveg meðtaka á þau, sko. Já, og þegar Sæmundur komst að þessu, þá hringdi hann einhverjum klukkubjöllum eða eitthvað, eða þú veist, í kirkjunni eða eitthvað. Til að bara vík burt, djöfull. Já, þá bregðaði í djöflinu svo að hann misti vatnið. Bregðaði? Brá honum. Aha. Sagði ég bregðaði? Þú sagði bregðaði. Þetta er lægi. Brá honum svo mikið að hann misti vatnið og þar kom upp brunnur. Mista vatnið? Og hann var að bera vatn. Já, ég var bara, hvernig gæti að mista vatnið? Þannig að hann náði ekki að klára verkið sitt. Já. Þannig að samningurinn náði ekki að vera til. Ok, vá, þetta er alveg bóðskapur. Já. Þetta er alveg bara mjög bóðskapur. Já. Og þá upp úr þar sem hann misti vatnið, þá kom einhver brunnur eða eitthvað sem eitthvað barn sinna druknaði eða eitthvað, ég veit ekki. En ég greip vatnið. Já. Þetta er alveg svolítið sorglegt, sko. Svo voru Sæmundur og Fjandi í feluleika eða eitthvað og Sæmundur fann hann. Heyrðu, hann er heldur góður, hann Sæmundur. Hann er alveg góður í að leika á kölska. Helviti stjölin. Já, svo fór þessi pauri, þessi óþekki, púki. Pauri? Hann fór í eitthvað selslíki og Sæmundur landa hann út af vatni og hann sakkaði eitthvað, ég man ekki. Ok, það er samt geggjað. Það var eitthvað þannig. Hann er bara alltaf að leika á djöflin. Hann er bara alltaf að ná honum bara, þú veist. Já, þetta er Sæmundur, maður. Það farði norður og niður, heldur stjöl. Hann veit svona sem maður veit ekki, sko. Jú, hann er svo fróður. Þessi var alveg fín. Þetta var saga. Já, þetta er svona sem ég skil minnst í hinga til, sko. Já, þetta var saga. Sólarljóð. Sól, skín á mig. Ok. Nei. Sæmundur andaðist 1133.
En með hverjum atburðum höfum vær eigi heyrt, þó segja menn að hann 3 dagar hafi úr líkrekkjunni risið og þá kveðið þá drápu hans ljóða eddu vön að fylgja og kallast sólarljóð. Hann grafinn í Sankti Nikolai kirkju að Odda á Rangárvöllum norðvestur, Rangárvöllum norðvestur frá kirkjudyrum utarlega. Steinn yfir leiðinu af óhögnu grjóti, nú mjög jarðsígin. Á honum hefur lengi sú trú verið, þó nú fyrnist innasviga, að veikir menn hafa á honum vakað á náttarþeli og svo burtu gengið hornir krankleika síns, einkum þeir sem heimakomu hafa haft. Býta eins, krankleikra. Krankleika, það svona veikindi erfileikar, þú veist. Þegar heimsóttu steinin þá bara hvar það? Þá bara, já, heldist næst, hann var fróður eftir hann drafst mér. Já, þetta er skeri. Sæmundur átti 7 börn, hverra allra nafnkendastur Loftur. Hann var prestur af vígslum, og bjó í Næfraholti. Hver bær þá var í miðri sveit og stendur við rætur fjallsins Heklu. Í þá daga sagt að verið hafi 300 hurðir á járnum í Næfraholti. Já, sæll. Shit. Já. Hvað voru svona mikið? Nei, sko, ég náði því að það færu gæjar að leiðin hans og hann var að laga þá. Það er svona steini sem það var settur eftir hann. Já, leggsteininum hans og hann var að laga það. Hann var eitthvað galdraður þannig að fólk var að lagast. En hvað var svo að gerast í Holti? Það er bara að vera að segja, þú veist, í Næfraholti, þú veist, eftir að hann dó, þá voru börnin hans þar, þú veist, og einhver þessi Loftur, hann var prestur. Já, þetta var svona saga eftir að hann dó, skilurðu. Ég meina 300 hurðir á járnum í Næfraholti, ég meina þetta líka svona djöfladæmi að því að... Já, ok, að því að ná að drepa svo mikið að djöflum, eða leika svo mikið. Tölustafurinn 3 alltaf tengdur mjög mikið við þarna djöfla og allt svona, þannig já, þú veist. Ok, ég held að vera 6. Líka, það er oftast 3 samt. Ég veist gamla þetta að vera meira 3. Ok, þannig að voru ekki mikið hurðum í þessu Holti. Ég meina 3 + 3 eru 6. Það er rétt, en okkur voru svo mikið hurðum. +2 is... -1 + 3 creepers. Hvað segja? Ég manna ekki sko. Þetta var góð saga. Mikið hurðum. Já, mikið hurðum. Hörður Freyr. Hvað? Það er íslensk bóka, manneskja. Já, Hörður maður. Hörður Grímsson. Hann er geggjaður. Ég hef ekki lesað. Gaur, þú ert að missa. Ég gerði einhvern tíðan, ég veit. Þú ert að missa. Já, ég gerði einhvern tíðan. Hefur þú lesið eitthvað Hörð? Já maður. Mæli með Feigð, hún er geggjuð. Feigð er geggjuð sko. Okay. Næsta saga, Svarti skóli. What? Svarti skóli. Ok. Sá skóli var í fyrndinni til út í heimi sem hét Svarti skóli. Þar lærðu menn galdur og ýmsan fornan fróðleik. Svo var til háttað í skóla þessum að hann var í jarðhúsi rammgjörfu mjög. Á því var engin gluggi og var þar því alltaf niðamyrkur inni. Engin var þar kennari og námu menn alltaf bókum sem voru skrifaðar með eldrauðu letri sem lesa mátt í myrkrinu. Aldrei máttu þeir sem þar lærðu koma undir bert loft eða sjá dagsljósið á meðan þeir voru þar. En það voru 3 eða 7 vetur sem þeir urðu að vera í skólanum til að verða full numa. Það er alveg 3 eða 7 mikil munur sko. Já, það er mikið sko. Ok. Hönd ein grá og loðin koma hverjum degi inn veggin og rétti skólapiltunum mat. Oj, En það áskildi sá sér sem skólan hélt að hann skildi eiga þann sem síðastur gekk út af þeim sem burtu fóru úr skólanum á ári hverju. En af því að allir vissu að Kölski hélt skólan vildi hver sem gat forða sér frá að ganga seinastur út úr honum. Einu sinni voru 3 Íslendingar í Svartaskóla. Sæmundur Fróði, Sæmundur Fróði. Þetta Sæmundur Fróði. Nú erum við komið smá backstory á hann, sko. Þú veist, hann var í þessum galdraskóla, sko. Ok, þetta er samt alveg smá svona nightmare, þessi gráa hundarna. Já, þetta skeri, sko. Holy shit. Sæmundur Fróði, Kálfur Árnason og Hálfdán Eldjálsson, eða Einarsson. Ég veit aðeins. Hvað? Hét hann Kálfur? Hann heit Kálfur. Það er ennþá að heita Kálfur, sko. Nei, hættu. Nei. Heitir fólk Kálfur? Þetta er nafn. Oh my god. Kálfur Bollason eða eitthvað. Oh my god. Þú gætir heitið Kálfur Bollason. Oh my god, ég veit þessi engin hlust okkur sem heitir Kálfur Bollason. Hei, það er mist, heyrðu, ef þú heitir Kálfur, þú er cool. Ok, þú ert mjög cool. Líka þú heitir Álfur, það er hægt. Já, eða Einarsson sem seinna var prestur að Felli í Sléttuhlíð, þessi Hálfdán. Þeir áttu allir að fara burtu í einu og bauðst þá Sæmundur til að ganga seinastur út. Og við vitum hvað gerist það sem gengur seinastur út, það var hræktur á djöflinum, sko. He got some balls, Já, man. hann er crazy Sæmundur, sko. Hann er með þetta.
Urðu hinir því fegnir. Sæmundur varpaði þá yfir sig kápu stórri og hafði ermannar lausar og engan hnapp neftan. En rið var upp að gangur skólahúsinu. Þegar nú Sæmundur kemur á riðið, þrífur Kölski í kápu hans og segir: Þig á ég. Varpaði þá Þetta var skerjari. Varpaði þá Sæmundur af sér kápunni og hljóp út. Damn. Hélt Kölski kápunni einni eftir, en járnhurðin rumdi á hjörunum og skall svo fast aftur á hæla Sæmundi að hælbeinin særðust. Þá sagði hann: skall þar hurðnar í hælum. Oh my god. Þetta kemur á þessu, sko. What? Kemur þetta orðatiltæki frá Sæmundi frá? Oh my god, það er svo cool shit, vá. Og er það síðan orðið að máltæki, stendur. Gaur, ég er að læra eitthvað nýtt í þessu Ég er að þætti, segja, þetta er geggjað, sko. Þú ert að kenna mér hluti, sko. Þannig komst Sæmundur Fróði burtu úr Svartaskóla með félögum sínum. Aðrir segja að þegar Sæmundur Fróði gekk upp riðið og kom út í dyrnar á Svartaskóla þá skein sólin móti honum og bar skugga hans á vegginn. Síðan skein sól. Þegar nú Kölski ætlaði að taka Sæmund þá sagði hann: Ég er ekki seinastur, sérðu ekki þann sem á eftir mér er? Kölski þreif þá til skuggans sem hann hélt mann vera, en Sæmundur slapp út og skall hurðin á hæla honum. Þetta er, sumir segja að þetta hafi gerst, en ekki hitt, sko. Já, ok, ég skil, já. En upp frá þeirri stundu var Sæmundur jafnan skuggalaus því Kölski sleppti aldrei skugga hans aftur. Damn. Nú vitum við okkur, hann er alltaf svona, Kölski er alltaf svona pyrraður út í Sæmund. Hann er bara svo obsessed á Sæmundi. Og hann er alltaf að leika á hann og svona. Ok, núna fatta ég okkur Sæmundi er alltaf að ná að leika, þú veist, okkur, hann er alltaf að ná að fucking, þú veist, shira á fucking, hann er alltaf... Shit á? Nei, hann er alltaf að ná að, þú Hann er veist... alltaf að kúka á hann. Hann er alltaf að ná að góma Kölska, skilurðu. Já, leika á hann. Já, leika á hann, skilurðu. Og bara eitthvað, það er bara því að það er beef á milli þeirra. Það er beef á milli þeirra. Bara long beef. Hann var í þessum Svartaskóla sem er mjög göldróttur skóli, sko. Damn. Og þú veist, þá náttúrulega er hann með þessa krafta. Það útskýrir okkur þeir sem voru krankleiknir, nei, hvað var það? Þetta var skrítuorð, gaur, þetta var geggja backstory. Já, krankleiknir. Þú veist, þeir væru betri eftir þeir fóruðust á steinin sem Sæmundur Fróði var jarðaður og eitthvað, þú veist. Já, ég skil að því að hann var með þess að, þú veist. Hann var svo göldróttur, sko. Já, eftir hennar skóla. Gaur, þetta skóli, hann hljómar svo martröð. Þetta er gott backstory, mér líður þessi sé D&D að fá einhverja... Ég er að segja það. Þú veist, mér líður þessi að fá einhverja svona upplýsingar, bara, mér líður þessi að fá einhverja svona D&D heimurinn sem ég er að búa til og mun alltaf hafa einhvern tímann í þessu podcasti. Oh my God. Hann er byggður mjög mikið á íslenskum þjóðsögum og íslenskum sögum og allt svona, sko. Ég get ekki beðið. Já. Hvernig, ég er að segja, hvernig finnst þér þetta? Ari, ég ætla að segja þetta er besta þjóðsagan hingað til. Þetta er interesting, sko. Þegar nú fær maður svo mikið backstory Herðu, ég er að læra meira heldur en ég gerði í samfélagsfræði. Ég er ekki einu svona grínast. Núna veit ég bara hvað backstory að þar skall hurðnar í hælum. Já, pæltu því. Cool að vita hvaðan þetta kemur. Slei? Ertu að grínast eða? Þú getur kvotað Sæmund Fróða, sko. Þú veist hvaðan það kemur. Okay, Íslensk grænmeti. Já, reyndar, vá. Hann er ekki íslensk grænmeti, hann Snorri. Nei, Snorri, hann er ekki Snorri. Hvað er það? Þetta er Sæmundur. Ég var fann að hugsa Snorra Sturluson, það er eitthvað allt annað gaur. Hann gerði Snorra þetta og svona. Já, ég veit ekki maður. Ég var einhvern tíma að læra það líka maður, ég hef engan áhuga á þessu. En ég læriði hins vegar aldrei skatta eða því líkt. Nei, maður læri það ekki í skólanum. En Snorri Sturluson. Sæmundur Fróði fær 8. Fær 8? Nei, fær 8. Já. Fær 8. Ég veit ekki, hvað er þetta að segja maður? Það var Fróða, Sæmund Fróða. Ok, já, ég er tilbúin, Sæmundur Fróði fær 8. Það er bærinn. Það er bærinn. Þegar þeir Sæmundur, Kálfur og Hálfdán komu úr Svartaskóla var oddinn laus og báðu þeir þá allir kóngin að veita sér hann. Sko, norski kóngurinn. Það er framhald. Þeir komu úr Nóri og þeir að fara á Ísland. Damn, það er framhald á þessum skiptunum 3. Kóngurinn vissi vel við hverja hann átti og segir að sá þeirra skuli hafa oddan sem fljótastur verði að komast þangað. Fer þá Sæmundur undir eins og kallar á Kölska og segir: Sýndu nú með mig til Íslands og ef þú kemur með mér þar á land án þess að væta kjólaði mitt í sjónum þá máttu eiga mig. Sko, hann er alltaf að fokkjörum. Hell yeah. Hann er með eitthvað plan, sko. Kölski gekk að þessu brá sér í selslíki, hann breytti sér í sel, basically, og fór með Sæmund á bakinu. En á leiðinni var Sæmundur alltaf að lesa í saltaranum. Hvað er fokkan með saltarinn? Lesa í saltaranum? Kannski eitthvað svona galdrabóka eða eitthvað, ég veit það ekki. Eitthvað. Voru þeir eftir lítinn tíma komnir undir land á Ísalandi? Ísaland? Þá slægir Sæmundur saltaranum í hausinn á selnum svo hann sökk. En Sæmundur fór í kaf og synti til lands. Með þessu varð Kölski af kaupinu en Sæmundur fekk 8. Þetta er reyndar fucking... Hann er crazy, sko. Þetta er fucking slay. Hann synti með hann að fjörinu og hann bara fuck off. Og bærinn er minn, motherfucker. Já. Hann bara, þú veist, bara kom hann fyrir kattanef aftur. Nei, heyrðu, my man. Svolítið þvöl á höndunum. Já,
Já! Nú veit ég hvernig Sæmundur fekk Oddan, hvernig hann kom á Ísland og fekk Oddan. Fekk Oddan, já. Þetta aðeins svo gott, sko. En já, hérna, Ari, þessi var helviti góð líka. Ég að fíla Sæmund. Sæmundur skemmtilegur, sko. Þess vegna ég að taka svona mikið á honum, sko. Já, hann skemmtilegur. Ég fíla ekki samt Sæmund í spari í fötunum. Það alveg vond keks. Já, það ekki góð keks. Mér finnst það ekki gott keks. Já, ég fíla það ekki. Það bara blend. Alltaf þegar það var alltaf ég veit ekki, alltaf einhver svona mamma þekkti eða eitthvað. Bara fór, þú veist, ef maður var að heimsækja einhvern. Já. Bara, já, krakka, fá okkur keks. Ég bara, oh my god, keks. Og svo bara, Sæmundur í sparifötum. Já, bara spæði og svo bara, oi, skilurðu, gæti þess að borða bara blað. Já, og þetta grínast. Þetta er cardboard. Þetta er cardboard. Hvað er það? Nei, ekki enskorð. Nei, þetta er pappakassi. Pappakassi. Heyrðu, síðasta sagan af Sæmundi Fróða sem ég með hérna. I'm your biggest fan, I follow you until you love me. Djöfullin be like á Sæmund Fróða. Same, hann er svolítið stalker, sko. Hann er fokki stalker, sko. Að því vorum að segja paparazzi, pappakassi. Ok, sorry, ég fekk paparazzi á heilana því vorum að segja pappakassi. Já. Þú veist, ok, bye. Síðasta sagan. Síðasta sagan? Sæmund Fróða. Vá, er þetta síðasta sagan í dag, eða? Nei, bara Sæmund Fróða. Nei, ég meina, yes. Vá, get ekki beðið. Kölski gjörði sig svo lítinn sem hann gat. Það var einu sinni að séra Sæmundur spurði Kölska hvað lítinn hann gæti gjört sig. Kölski sagðist geta gjört sig eins lítinn og mýflugu. Sæmundur tók þá borjárn og boraði hólu í stoð eina og segir Kölska að fara þar þá inn á. Kölski var ekki seinna því, en Sæmundur rak tappa í hóluna og hvernig sem Kölski emjaði og skrækti og baði sér vægðar, tók þá Sæmundur ekki tappan úr hólunni fyrir en hann hafði lofað að þjóna honum og gjöra ætíð hvað sem hann vildi. Já, þú veist, pældi í þessu. Þetta var orsökin til þess að Sæmundur gat allt jent haft Kölska til hver sem hann vildi. Vá, þannig að hann basically fekk bara Kölska forever á sitt band. Þetta er ástæðan. Ástæðan fyrir? Hann var alltaf með hann í hendinni, þú veist, var alltaf með hann í lófanum. Hann var alltaf með Kölska í lófanum af því að hann festi hann í þessari borhölu. Já. Og hann hleypti hann ekki út fyrir hann lofaði honum að hann myndi gera allt sem hann vildi. Ok. Þannig að þetta er ástæðan okkur Kölski þarf alltaf að gera allt fyrir Sæmund Fróða. Fokk, það er fokkin ógeðslega gott á hann, maður. Já. Ég er að fíla Sæmund Fróða, þetta er alveg bara heilt lór. Þetta er gott lór. Þetta er bara eitthvað, ég var ekkert að búast við að þetta væri svona mikið, bara svona wow, hey. Ástæðan af hverju það er svona lór eins og í fantasy heimum og allt svona er út af svona gömlu shiti, þú veist. Já. Allt bara eitthvað gamla sögur og eitthvað. Það er endur ógeðslega cool, sko. Þú veist, þannig ég get ekki lengur sagt að ég hafi ekki áhuga á þjóðsögum. Nei. En nú þú í rauninni búin að áhuga valda mig. Ég er að segja að það er margveðin þess að þáttan. Kellin. Það er komin 17. júní. Ég byrja. Það er komin 17. Hvað í óskupunum? Þetta er já, bara til hamingju með daginn, Íslendingar. Ekki Danmörk. Get fucked up. Heyrðu, það er eitthvað. Við erum ekki að gera grína Danverjum. Ég er saman hvað maður kallar hann. Hvað heitir það? Dansku fólki? Dönum. Segum ekki dönum? Dónum. Ok. Á Íslandi. En nú förum við Sæmund Fróða, hvað finnst þér það? Hvernig fannst þér Sæmundur Fróði Chronicles? Ég er Sæmund Fróði #1 fan. Já. Nei, #2, þú ert #1 fan. Mamma virkilega elskar Sæmund Fróða líka. Já, ok, hún #3. Þetta er náttúrulega mamma á þessar bækur. Já, mamma á þessar bækur. Keypti af einhverjum. Mikið kemur það mér á óvart að mamma í þessar bækur. Hún alltaf ólst upp á bókasafni. Ég er ekki að grínast. Nei, bara amma og afi. Húsið þeirra bara bókasafn. Já, ég meina þú veist, amma ömmu var Guðrún frá Lundi, þannig að auðvitað er mikið svona bókafílingur í fjölskyldinu. Já, nefnilega sko. Ef að grála Íslandalandið bara svona real quick. Íslandalandið og skeiðir. Skálmöld hver? Eat that, skilur þú ókalllega. Ari, ertu góður? Það er góð sko. Dreki kemur úr Arnareggi. Ok. Ég nætti það. Dreki kemur úr Arnareggi. Það er gott að hann komur ekki á Arnaræði. Þessi er góður. Þessi er góður sko. Þú ert að reyta það þér maður. Ég er eins og hæna að reyta það á mér. Ok, Anna. En ekki hænuvegg, samt? Hæna, oh my god. Frá kóngstign Össu kunna menn fátt að segja en aftur nokkuð fleira af ungum hennar og eggjum. Slei. Ein sögn er það að ef látið er gull í Arnarhreiður hefur nýorpið komið úr öðru egginu lausnarsteinn en úr hinu flugdreki og er þessi saga sögð þar til samnindamerkis. Maður hét Jón, hann bjó í Lambhaga í Borgarfirði. Hann var ágætur skopnaður. Það er sagt að hann hafi gert það til leiknis til að reyna hvort það veri satt að dreki kæmur Arnarreggi að hann lagði gullindir Arnarhreiður, annarkvort í Leirár, eða Bakkahólma.
Fleiri voru í vitorði þetta og vöruðu þeir hann við að gjöra það því illt gæti að því hlotist. Jón sagðist myndi ábyrgjast alltaf tjón sem af því leiddi og ráða óvættina af dögum ef til þess kæmi. Jón vitjaði síðan hreiðrið við og við en einu sinni þegar hann kom sá hann dálítinn dreka nýskriðinn úr öðru egginu. Eftir það leið mánaðartími að ekki varð vart við neina hreyfingu á honum. Einn dag þar á eftir sáu menn að dreki þessi flaug úr hreiðrinu og upp í Bakkanes og sat þar stundakorn. Síðan flaug hann upp þaðan en hrendi leið veturgamalt trippi í nesinu og flaug með það í klónum suður yfir Leirárvoga suður í Arkar Lækjarnes. Við þessi undur urðu menn hrættir og skoruðu nú á Jón að efna nú orð sín og fyrirkoma drekanum. Jóni tókst það og loksins eftir langa mæðu en það sagði hann síðan að ekkert skot hefði unnið á drekanum fyrir en hann hefði skotið á hann með silfurhnöppum sem hann skar af peysunni sinni. Já. Já, varst það ekki að veist? Þetta var saga. Já, þetta var saga. Nei, ég var að hugsa drekana, sko. Já. Bara með þetta í hugan á Daenerys. Það var Gerien? Já, í Game of Thrones. Já. Og svo er náttúrulega bara eitthvað, já, þú vorum að tala um afa og bókasafnið og ömmu og það. Þú afi náttúrulega elskar Game of Thrones líka. Þannig ég fór að hugsa afa og bókasafnið og já, hann er Game of Thrones aðnandi, sko. Og svo bara bækuna man samt. ég ekki Jú, hefur hann séð þættina? Ég hef ekki spurt hann hvort hann hefur séð þættina. Ég bara hann bækuna við. Ég spurði hann hvað er uppáhalds persónan og hann sagði að það væri Tyrion. Ég var bara já, það er ekki skrítið. En anyways, að því ég var að hugsa drekana og afa þá veit ég ekki alveg hvað gerist. En góð saga, góð lestur, Ari. Já, sko, þessi mjög góður. Þessi Jón, það er alltaf einhver Jón. Sko, Jón, það bara hét allir Jón. Það hét allir Jón. Eða Guðmundur. Hann sem bjó í Lambhaga í Bókafirði. Lambhaga, já, Lambhaga. Hei, Lambhagasalat. Já, þetta er örugglega samstæður. Hann setti þetta gull í Arnarhreiðrið. Úr því kom dreki og allir voru bara, hei, þú veist, ef það kemur dreki og hann verður crazy, þá verður þú að drepa hann. Og hann bara, ok, sure. Slay, og svo, veist, já, og svo bara fylgdist með drekanum, ekki gerist í mánuð. En svo fór drekin og veitti sér eitt ársgamalt trippi, sem er hestur, fyrir það sem veit ekki. Tippi. Ok, þú ert 4 ára, sko. Það er þetta ég samræði mig, sko. Já, trippi. Já, þú veist, hann var alltaf, drekinn má geta rökkað við þessi hesta, þannig að allir voru bara, nei, það má ekki vera til þessi dreki, þú voru að drepa hann. Ætti að segja mér að allir voru trippin. Mamma! Ég segja það, þvöl á hundunum. Þú ert að fá nóg á skamkana núna, í þessum þetta. Já, maður, það er búin að gefa mig nokkra á skamkana. Já, og þú veist, þannig að hann fór að skjóta drekan. Það virkaði ekkert nema þegar hann setti silfurhnappana úr skyrtinu sinni í byssuna og þá verkaði það á drekan. Þannig boðskapur sögunar er ef þú ætlar að drepa dreka þá verður að nota silfur. Eins og með varúlfa og svona. Það virkar ekki nema silfur. Varúlfur? Ertu eða varstu úlfur? En hann að... Þetta er trúa mér, hann var úlfur. Býttu eftir að segja mér að var hann eða var hann ekki úlfur? Hann var úlfur. Hvað er það að segja? En hann Ari minn kæri, Ari minn kæri. Mér finnst það góð saga og núna veit ég það ef ég kemst eitthvað minni kynni við Úlf, nei, dreka. Úlf. Ég kemst eitthvað kynni við Úlf. Ef ég kemst einhvern tímann í kynni við dreka skal ég nú segja sem ég hélt einu sinni þá var notaði silfur, ég hélt einu sinni að dreka þau til margir hafa haldið að dreka þau til ég spurði Gunnar bara hvað, er þetta bara fiction eða er þetta alveg til og hann var bara hvaðana mín hvað varstu eldri en 12 ára eða eitthvað sko heldur að Gunnar hefði byrjað með 12 ára ég var alveg 15 og við byrjuðum saman sko. Nei, þú veist, hvað varstu gömul þegar þú spurði hvort að dreka verið til 24 Þú ert að fokki mig. Hann var að láta mig horfa á Game of Thrones. Hann lét mig, hann þvingaði mig. Hérst það verið bara eins og risaðlunar Nei, sko ég held ekki ég bara var að spurja hann skilur hvort þetta væri alveg bara fictional eða hvort þetta hefði einhvern tíma verið til ok, jú, það er ok já, ég skil alveg að maður getur ruglast þetta geti verið svona risaðlu form af dreka en þeir eru ekki til ég skil álfar hjá Ásgarði oh my god, má ég segja eitt þannig að áðan þegar ég var að leita þarna áhugaverðu staðnum Ísland þá kom bara eitthvað people in Iceland believe in elves þú leið það ekki maður þú veist bara eitthvað já þetta er áhugaverð sem gast fundið Ísland þetta er svo pirrandi stereotypa þetta er ógeðslega bakandi I heard all of you guys are believing in the elves every single person in Iceland is believing in the elves jokes
Þú veist, þetta áhæður starrend og bara eitthvað, Iceland is one of the best places in the world to see the Northern Lights. Já, ég ætla að koma með þessa starrend. Do you often maybe see the elves when the Northern Lights are on? En já, allavega, ég trúi ekki á álfa en þú. Ekki, nei. Álfar hjá Ásgarði. Smalapiltur nokkur lék það að list og vana að kasta steinum í jarðhulu eina sem í álfhólnum hjá Ásgarði í Hvammsveit. Betur en að kasta steinum úr glerhúsi. Já. Þegar þessu hafði farið fram hríð varð húsbóndi hans veikur. Dreymdi hann þá einu sinni að huldumaður kæmi til sín og segði við sig að ef hann vildi verða heilsu aftur yrði hann að lumbra á smalanum sínum svo hann munaði því að hann lægi á því lúalagið að kasta grjóti inn í híbýli sín og hefði þegar meitt drengi sinn illa á höfðinu með einum steininum. Þegar bóndi hefði gjört eins og fyrir hann var lagt, fekk hann aftur heilsuna. Lókíslei. Þannig að þú veist, hann var að kasta í einan álfastein, Drengurinn okkur. Drengurinn hjá þessu gaur. Þessi gaur var veikur. Drengurinn svo veikur. Já, þú veist, og hann alltaf kasta einhverju steinum í álfastein. Og þegar hann, þú veist, lumbra á drengnu sínum, fiskli, ég meina því hann bara lamið hann, ég veit ekki. Gaur, það er alveg ekki cool. Já, þetta er 1850, þú veist. Já, það gerir þetta betra. Ja, nei, ég er bara að segja. Já, bara að segja. Nei, þú veist, þetta gerðist þá. Já, rétt. Ég get að segja bara, já, þá er þetta alltaf leið. Fyrir þann tíma var það bara venjulegt örugglega. Ok. Hann lumbra á drengnu sínum og þannig að hann hætti að kasta steinum í álfasteinum og þá var húsbóndinn betri. Það hætti að vera alveg veikur. Já, þannig að hann var að fokki álfunum og álfunum voru bara að jóba ekki fokki okkur. Já, og þeir voru að gera húsbóndan veikana því að þeir voru að fokki álfunum. Vá, þetta er svo mamma þegar við vorum lítil, hún bara ekki taka stein úr þessu bjargi. Já, þetta er þannig. Álfarnir búa þarna, þeir eru að messa í húsinu þeirra. Don't take the stein. Mamma, hvað álfar? Bara álfanir. Bara álfanir. Svo horfðum við þarna, manstu eftir hann að þáttunum þannig að með forbóðunum. Forbóðun? Manstu eftir þáttunum, hvað hér? Hamarinn, þættirnir Hamarinn. Það var eitthvað svona álfa og einhver gella tók einhver álfastein. Var ekki einhver lögguþættir? Jú, og var einhver gella sem tók einhver álfastein, skilurðu. Og þá fór hún næstu út af því að það var einhver álfur á veginum eða eitthvað, ég veit ekki. Þetta var actually sleið þættir. Langt síðan ég horfði á, ég man ekki alveg hvað var að gera. Ég til ég að horfa á Hamarinn. Ég man að þeir voru góðir. Þeir voru fucking tussu góðir. Ég man að þeir voru góðir nefnilega. Bjarni Thorarensen og sonur hans. Ok. Er titillinn á þessari sögu. Lík saga er sögðum þjóðskáld vort Bjarna Thorarensen hann var í æsku. Hann ólst upp á Hlíðarenda, en þegar hann var lítill drengur hvarf hann einu sinni og fannst ekki 3 eða 4 daga. Loksins fannst hann langt upp á heiði, upp á Merkjá, því hann hafði farið upp frá bænum á Hlíðarenda. Sat hann þar uppi á horri klettasnös með rauða húfu og höfði. Fyrst heldur menn að þetta væri örn, svo hátt var uppþangað hann sat. Þegar búið var að ná honum þar ofan af með mikilli fyrirhöfn, sagði hann að hún móðir sín hefði farið þangað upp með sig. Viðlíka saga er sögð Þórarinn son Bjarna amtmanns hann var barn á Gufunesi og sagði hann eins frá því með hverjum atvikum hann hefði horfið hann fannst og var spurður það. En afleiðingarnar urðu lakari fyrir hann en föður hans því sagt að Þórarinn sé ekki með öllu ráðið síðan. Þegar Bjarni Thorarensen var lítill þá var hann að fóra um eitthvað að berga því að hann hélt að mamma sagði fara með hann. Fór hann upp á berg? Já, geði tátt upp á eitthvað berg. Að þeir hélt að mamma sagði fara þangað? Já. Ok. Nei, hélt að mamma sagði bara fara með hann þangað. Hann var að elta með mömmu sína. Já. En það var ekki mammas. Oh my god, það er scary. Það er scary. Það er alltaf svona martraða-vibes í þessum þjóðsögum. Þetta er náttúrulega alltaf bara til þess að hræða börn. Já, af hverju var verið að svo hræða börn? Svo þau eru ekki að fara út allt. Já, svo eru þið þæg. Já. Og var ekki að stingja af. Já. Ok, skil. Sögur eru oftast eitthvað hannig, sko. Oh my god, eru þessana svona gamalt fólk stundur svo geða svona superstitious? Já, af því að það er alltaf verið að hræða og svo myndi ekki verið bara að fara einhvern út í raskat. Vá, fucking dicks. Já. Oh my god. Ég meina það virkar. Það fucking virkar, en ekki hræða börnin, það er ekki góð leið. Gamla þetta þurfti það kannski aðeins meira, ég veit ekki. Já, ég meina þú veist, en ekki hræða börnin til þess að, þú veist, láta þér líða. Já, jú. Næsta saga heitir Nennir. Nennir? Bara Nennir. Æ, Nennir, skilur. Einu sinni var smalastúlka að leita að fé. Hún hafði gengið lengi og var okay. Og var orðin lúin mjög. Sér hún þá hest gráan og verður fegin, hnýtir upp í hann sokkabandinu sínu, leggur svöntuna sína á hann, leiðir hann að þúfu og ætlar á bak. En rétt í því hún ætlar á bak segir hún, ég trúi ég nenni þó ekki á bak. Þá tekur hesturinn viðbrað mikið og stökk út í vatn eitt skammt þaðan og hvarf. Já. Stúlkan sá nú hverskins var að þetta var nykur, því það er náttúra hans að hann megi eigi heyra nafn sitt. Þá fer hann í vatn sitt. En hann heitir öðru nafni Nennir og því fór hann hún sagði Nennir. Sama verður og ef hann heyrir sagt andskoti. Þannig var þessi hestur í rauninni andskotin? Nei, hann var nykur sem svona, það er gömur svona vera í íslensku þjóðsögum. Ok. Ef maður segir, það er svona vera sem býr í vötnum og svona. Oh my god, það er fucking creep líka. Já. Gauð, þetta er alveg skeri, Ef maður segir, þú veist, nafnið á nyki, okay. þá fer hann aftur í vatnið sitt. Oh my god. Og hverfur. Wow.
Damn. Þannig þegar hún sagði ég trúi ég nenni þá ekki á bak, þá var hún að segja þú veist nafni þess, því hún sagði nenni. Já, nennir í rauninni annað orð við nigur. Nei, þú veist, að þessi nigur hét nennir. Ok, já, þannig nigur. hún sagði óvart nafnið hans og hann var bara fuck. Og bara nú að hlaupa brott. Þannig nigur species, skilurðu. Já, það svona skrimsli. Ok, slay, vá, þetta góð saga, en greið stelpan maður. Já, hann þurfti að halda áfram að labba. Ok, já það sem þú fær út úr þessu. Það var ekki, já. Myndið þú bara damn it, ég þarf að labba. Já, þetta djóka. Ef hestur þín myndi umbreytast í skrimsli og hverfa hún í vatnið, myndið þú bara shit, nú þarf ég að labba heim. Ég meina ekki bara hvað var þetta? Ekkert að hugsa bara hvað var að gerast? Ég meina ef ég væri bara að vera að labba, geggja lengi og smala og eitthvað, það myndir alveg lóki langa til að fara heim, skilurðu. En ég myndir alveg að hrætt í skrimsli líka. Mér langar að, ég veit ekki, það þarf að setja þig í eitthvað svona tækið til að vita hvernig heilin þín virkar, sko. Heyrðu, ég fer alveg reglulega í segulómun. Já, það samt ekki, það er að setja eitthvað svona brain tæki. Já, brain tæki, það er bara, ég er allavega með heila. Ok, þessi var samt ekki fínt. Þessi var drullu góð, þessi var helviti mjög næs og góð. Ein saga eftir. Yes! Bara ein saga eftir, því miður. Logsinn. Nei, ég meina, ég er svo spennt að heyra þessa einu sögu sem er eftir. Hún er alveg semilöng, en það er alltaf þeim. Semilöng? Þetta er síðasta sagan. Ef ég sofna, þá var það ekki mér að kenna. Þetta er svona tröll eins og gildröll. Bara annað tröll. Annað tröll? Það eru mörg tröll í gömum íslensku þjóðsögum, sko. Sagðirðu annað tröll eða annað? Ok, alltaf leið, það var að segja mér að ég væri tröll eða eitthvað. Smá skessa, en þú veist það. Já, ég er að grínast. Ég er samt alveg low-key skessa þar. Ég er alveg low-key skessa, sko. Þessi saga heitir Mjóafjarðarskessan. Nice. Fyrir framan fjörð í Mjóafirði er gil eitt sem kallað er Mjóafjarðargil. Þar hafðist fyrr meir við skessa sem síðan hefur verið kölluð Mjóafjarðarskessa. Og var hún vön að segja til sín í gilið, prestana frá firði. Gjörði hún það á þann hátt að hún fór til kirkjunar, þá presturinn var upp í stólnum og brá til annar í hendinni fyrir stólglugganum utanverðum, urðu prestarnir þá ærir og sögðu: Takið úr mér svangan og langan, nú vil ég að gilinu ganga. Takið úr mér svilin og vilin, fram ætla ég í Mjóafjarðargilið. Heldur að fólk hafi ekki talað svona? Já. Bara talað í einhverjum þulum. Amma og afi segja stundum out of pocket svona gamalt shit. Þau segja stundum bara eitthvað, what the fuck maður. Hlupu þeir að svo mæltu út úr kirkjunni fram að gilinu og sagði eigi af þeim úr því. Eitt sinn fór ferðamaðurinn gilið og sá fyrir ofan sér skessuna þar sem hún sat á klessnus og hélt á einhverju í hendinni. Kallaði hann þó til hennar og mælti: Á hverju heldur þannig kettling mín? Ég er nú að kroppa seinast hauskúpuna á honum sér að snjóka, mælti skessan. Ok. Saði maðurinn tíðindi þessi og þóttu mönnum hinn verstu. Prestarnir fóru þannig hver á fætur öðrum og til vandraða tók að horfa því prestar urðu tregir til að fara að firði þeir vissu hver meinvættur var í gilinu. Þar kom loks að enginn ætlaði að fást, en þá bauðst prestur nokkuð til að fara þangað, þótt eigi væri honum ókunnugt hver gestur var í gilinu. Áður en hann messaði fyrsta sinn í firði var hann búinn að leggja undir við menn sína hvað þeir skildu til bragðs taka ef að þeir sæju að nokkurt fát kæmi á sig á stólnum. Hann mælti svo fyrir að 6 skildu þá hlaupa á sig og halda sér. Aðrir 6 skildu hlaupa að klukkonum og hringja þeim, en 10 skildu hlaupa á hurðina. Jafnframt valdi hann þá mennir þetta skildu gjöra hvað sig. Þegar prestur var komin upp í stólinn kom hendin upp á gluggan og iðaði fyrir utan hann. Ærðist þá prestur og mælti: Takið úr mér svangan og langan, og svo framvegis stendur. Já, þú veist, þarna vísan á hann. Síðan ætlaði prestur að hlaupa út, en þá stukku þeir 6 sem til þess voru kvaddir á hann og hinir 6 hringdu klukkonum og hinir 10 hlupu á hurðina. Þegar skessan heyrði til klukknanna tók hún til fóta, stökk hún á kirkjugarðin og sprakk stort skarð í garðinu undan fæti hennar. Og mælti hún þá: Stattu aldrei. Skessan hljóp fram í gilið og hefur eigi síðar orðið við hana vart. En síðan hefur aldrei í skarði því tollaðir. Skessan stigi í kirkjugarðin hversu vel sem í það hefur verið hlaðið. Ég er ekki að fatta síðan hvað hann. Ég veit það ekki. Hermann nokkur bóndi í firði dáinn 1830 hvaðs mun eftir járnskó skessunar sem falli hafði af henni. Þá hún steg skarðið úr garðinum. Var skórin hafði fyrir sorptrók. Þetta eru mörg orð. Já, þetta var búið. Já, þetta er búið. What? Þannig að í endan þá var alveg mjög mikið orðum. Svona saman í einum svona sósubauk. Sósubauk? Svona sósubauk. Nei, ég meina þú veist, þessi skessa var alltaf að stela einhverjum prestum. Já. Þannig að þeir bara voru að hringja klukkonum og þú veist bara þegar einn prestur ætlaði að fara út þá voru bara: Nei, ná honum!
og þeir heldur hún niðri Oh my god. og skessan bara byrja að fara að hlaupa og hún hljópa hún í gíli En okkur var hún alltaf ná í presta? Þetta er skessa Já, ég veit. En byrju, hún hoppaði og sást svo aldrei aftur. Ég hóndi að hún í gílið En okkur, já, hún datt í gílið, hún hoppaði ekki á Ég var að lesa þetta Já, en það kom eitthvað Þetta voru mörg orð Þetta voru rosa mörg orð. Þetta voru stór íslensk orð. Já. Þetta voru orð Ég sem var eru að ekki fólk bara hafi notuð. skilið þetta Já, Því ég já. var ekki alveg að fylgjast með það Því að ég var að lesa erfið orð Ég var að fylgjast með því Já, var eitthvað að hún var alltaf að stila prestum og svo stökk hún í gílið eða eitthvað Svo stökk hún og sást aldrei framar. Já, sást aldrei framar En það er eitthvað sem mann hittir einhverjum mjálskó sem er eftir hana eða eitthvað, ég veit ekki Ok, slei, Loki slei. Svo er skessuna skeri Það er þetta ógeðslega skeri sko. Já, en þá er þetta allar sögurnar í dag hana. Ari, þetta var awesome. Þú varst að heiðra hérna bara Ísland. Þetta var awesome Þú varst að heiðra Ísland. Þú varst Já, bara það fyrir það 17. júni Það er komið 17. júni Nei, þú varst bara eitthvað heyrðið þjóðhátíðadagur, dagur Íslendinga, íslenska lýðveldið, ég ætla að fokkin heiðra, taka fokkin þjóðsögur, Ari, let's go. Já. Þú varst alveg bara heiðrandi alla hérna. Mikilvæga sögur og mikilvæg menning fyrir Ísland Ísaland er landið þitt. Ísland er landið Hvað ekki sé að okkur Já, ég held að sé bara komið gott í dag nema og hafa eitthvað annað sem við bæta við Nei, ég ætla bara að bæta við að þú veist, please, farðu að lesin á hljóðbækur. Það væri gaman Eða bara, þú veist, farðu að talsetja hluti. Þú veist, ég ætla að setja hana þátt í gang og sofna. Ég er bara að hlusta mjög vel og mikið á það sem að þú hefur að segja með orðum þínum og það verður svo cozy. Okay, Já, ég meina ef fólk vil sofna við það er bara næst að fólk sé að sofna við það ASMR Ari voice. Ég sofna oft yfir hljóðbókum Ég líka reyndar. Ég er búin að sofna rosa mikið yfir hérna einmitt Game of Thrones bókunum og hérna Witcher og það. Hefur sofnaði Witcher? Já, að Gunnar setur ofta á hljóðbækur þegar maður fara að sofa, þú veist, Game of Thrones, Witcher og Ég geti aldrei svona í Witcher maður, það er með spendi, ég elska Witcher Ég veit ekki ennþá hvað það er það er bara röddin í gæjanu sem er lesa hana. Ég öfunda á sem að ekki lesi Witcher bækunar Ég er einhverja bækur sem ég vildi geti lesið aftur Þú veist bara, það væri Witcher bækunar Já, en þá bara held að við segjum þetta gott í dag Já, ég held að við segjum líka gott í dag bara Sérstaka auka 17. júlí þátt Þetta var gaman 17. júlí 17. júní, ég hef verið steiktur eftir að lesa svona mikið sko. Ég veit að þetta var mjög mörg orð En já, við segjum bara gott eftir daginn í dag Bara takk hérlega fyrir að hlusta Þið sem eru að hlusta á Apple Podcast og Spotify Flestir eru að hlusta á Spotify actually Sem kom mér á óvart Ég hélt að það væri flestir að hlusta á Apple Podcast En það er náttúrulega Ég meina flestir með Spotify Já, það er flestir með Spotify Og náttúrulega þið tvö sem eru að hlusta á YouTube Shout out á ykkur Mamma og gaurinn í búðinni Heyrðu, þau eru samt 4 sem eru að hlusta reglulega á YouTube Voru þið 4 En flestir eru að hlusta á Spotify Ég skil það alveg, ég gerði það sjálf yfirleitt En takk fyrir að hlusta, endilega reytið okkur Og við elskum feedbackið Ég bara, þú veist, ég elska feedbackið sem við erum að fá Ég er ekki að djóka samt, það gerir ógeðslega mikið fyrir okkur Þegar þið sendið okkur skilaboð Eða eru það að kommenta eitthvað á þættina Eða kommenta á TikTok eða eitthvað Það er svo ógeðslega cute og gefur manni svo mikið Það er svo hvetjandi Já, og það bara, takk fyrir það, langar bara að segja takk Og endilega follow okkur, ég myndi á TikTok og Instagram Já Og Facebook, ég bara gleyma alltaf þessi með Facebook Ok, TikTok og Instagram aðalega Og það er bara eins og ég gæri Það er fullt af efni og skemmtilega leiðinni Já, eigið frábæran og glaðilegan 17. júní Þjóðhátíðardag Nákvæmlega Hæ hó og jippi ég með fjölskyldur ykkur Okay, bye Ísland er landið Love you, bye Okay, bye